Já, gott kvöld. Það komið að rauðaborðinu hér á Samstöðinni þegar að það 50. 16. apríl. Ég heiti Marja Lilja og með mér Björn Þorláksson, samstarfsfélagi minn. Komdu sæl. Komdu sæl, blessa. Já, það alls konar í fréttum. Við vorum svona aðeins á hundavaði hérna yfir þetta helsta áður en við byrjuðum. En vorum svolítið sammála það væri ekkert voðalega skemmtilegt í fréttum. Nei. Við vissum samt ekki alveg hvort það væri bara við sem værim ekki í stuði. Já, einmitt. Eða hvort fréttadagurinn væri í engu stuði. Já, einmitt. En það svona... Það ekkert sem hefur svona skekið íslenskt samfélag í dag. Nei, það aldeilis ekki og já, það tekist á að þinginu ekki neitt, það virðist. Ekki neitt, í sammála. Mörg orð og hávær lítið. Já, þessi flokkur fólksins nú svona aðeins líka á milli tannan og fólki. Já, það helst að þau séu að halda smá fúti í þessu. Já. Það breytingar á einkunnagjöf ekki í vinnslu hjá MMS eina fyrirsögnum dagsins. Einmitt. Það miðstöð menntunar og skólaþjónustu sem hefur ekki verið falið að útfæra eða einlega breytingar á einkunnagjöf í grunnskólum þrátt fyrir yfirlýsingar Ingu Sæland í gær. Að þetta væri hið flóknasta system þá já, gott, sæmilegt og ágætt og svo það hvað það? A, B og C og D og F. Já, sko, þau bæði með bókstafi, tölur og liti, þá þarf nú kannski eitthvað að gera. Ég veit ekki, ég náttúrulega, ég veit ekki alveg, þú veist, ég kannski ekki mikið nefnt að setja mig inn í þetta, en ég get ekki sagt að þetta sé ofboðslega flókið og ég meina hvaða máli skiptir þetta svona í samhenginu, ég veit það bara einhver mælikvarði fyrir kennara og yfirvöld til þess að kanna hvar börn raunverulega stödd, þú veist þá, ég meina þá geta þau bara leikið sér með hvar það sem en skiptir þetta máli? Ég held ekki, ég held að stjórnsýslulega sé þetta aðalega áhugavert hefur ráðherra í dag árið 2026 umboð og rétt til að taka ákvarðanir inn í menntakerfinu eins og Inga Sæland og hana langar til þess að gera það eða þurfa alla breytingar alltaf að fara í gegnum starfsfólkið, embættismannakerfið. Mér stæla svo spurning sem áhugaverðust þessa dagana. Eru ráðherrar í raun orðnir valdlausir í svona ákvörðunum vegna fyrirferðar embættismannakerfisins og starfsmannana eða hafa ráðherrar ennþá völd til þess að taka stórar ákvörðanir og þurfa þá bara starfsmenn að láta þær yfir sig ganga eða eðlilegt að þeir væli eins mikið eins og kennarar gera núna því þeir væla alveg svakalega. Og ég ekkert viss að það séu einhverjir svona bara góðir gæjar og skúrkar í þessari deilu. Ég held að það séu bara allir sem geti kannski tekið eitthvað aðeins til sín af því að allir geti gert betur. Og það kannski að öðru það sorgleg frétt. RÚV segir frá því að lögregla hafi að minnstakosti 10 skipti á liðnu ári vitjað fólks sem hafi verið dáið í langa stund og enginn hafi vitið þess. Þetta svona svolítið sorglegt en svona ákveðin vitnisburður hversu einangrað fólk getur orðið og hversu, ég veit ekki, svona rofið samfélag við verðumst ætla að vera. Þetta mikið umhugsunarefni einmannaleikin og þetta rof, félagslega rof sem þú nefnir. Við höfum mjög margt að hugsa hvernig við höfum komið fram við gamalt fólk, hvernig við stofnunarvæðum efsta æviskeið að við erum ekki að heimsækja hvert annað, við erum ekki að líta hvert með öðru. Það svona liggur þegar maður langi til þess að vera bara ítölsk, risastór kaþólsk fjölskylda með öllum kynslóðum undir sama þakki allt frá ungbarninu og upp í langömmuna og langafan. Ég alveg sammála því að þessi frétt sem hún nefnir, hún er svona tækifæri til þess að við hugsum okkar gang. Svolítið, já. Og það nefnt þarna í sömu frétt að í Fossvoginum sem er svona ákveðin endastöð þá þá talaði að það sé svona önnur birtingamynd þessa að þar svona hlaðast upp ósótt duftker lík séu geymd lengur en áður í líkhúsinu og það sé alla jafna yfirfullt af fólki sem enginn þykist kannast við.
og þetta mér þykir þetta eiginlega svona stórfrétt að við séum komin á þennan stað að við getum ekki einhvern veginn sinnt nágrannum okkar eða öldruðum mættingum eða veikum eða hvernig sem það er. Já, við ættum kannski bara að vera að tala um eitthvað stuð og disko og helgina framöndan af því það er þú komið 50 dagur. Já. En sko, ef við höldum áfram að ræða það sem er svolítið svona dimmt, þá hefur líka verið eina fréttum dagsins sú saga sem við sögðum hér við Samstöðina. Já, það er rétt. Á Samstöðinni í gærkvöld Jóhannu Völu Höskuldsdóttur, listakonu, sem var handtekinn ásamt föður sínum og bræðrum eftir að hafa setið banalegu yfir móður sinni. Hún ræddi þetta við Ásdísi Olsen í gær af því að lögreglu grunaði að það væri aðstandendur hinnar langveiku móður sem að vildi svipta sig sjálf lífi og yfirgefa þennan heim. Lögregluna grunaði að viðstaddir aðstandendur nánustu væri að fremja lögbrot með því að gera ekki allt sem að þeir gætu til að bjarga líf hennar. Og þetta er náttúrulega þessi frétt, margir fjölmiðlar hafa fjallað um þetta viðtal. Já. Ásdísar Olsen hjá okkur í gærkvöld. Þetta er ótrúlega staða að vera í. Hún talar mitt þetta, að hún hafi nýverið verið greind með þreytusjúkdóm, ME, sem mætti líklegast rekja til þessa áfalls að hafa verið fangelsaðir svona í kjölfar þess að mamma manns deyr. Já, við getum kallað það double blow. Já, ég myndi segja það. Já, þetta er ömurlegt mál en mér sýnir strax vera komin svona einhver jákvæð umræða frumvörp dánaraðstoð og svona og hvort við þurfum ekki aðeins að hugsa þessi mál betur. Já, við höfum aðeins rætt dánaraðstoðina við þetta borð. Já. Og það er ljóst að vera eftir á að mörgu leyti. Já, þannig að þótt blaðamennskan sé viðkvæm og brothætt og þetta sé erfitt mál að fjallum, þá vonum við að koma eitthvað gott út úr þessu. Einmitt. Það er svo sem í Íran, ég get þú sagt fréttir þaðan, Bandaríkin eða Pete Hegseth heldur hefur núna hótað Íran að þeir hefjist eða Bandaríkin muni hefja eftir árásir á Íran ef að þeir gangist ekki við öllum skilyrðum sem að Bandaríkin hafa núna sett varðandi Hormússundið. Þetta er svona, þetta er bara beinhótun og þannig að við erum aftur einhvern veginn komin á 0 punkt. Já, endalausu vandræðagangur Bandaríkjaforseta. Endalausu vandræðagangur Bandaríkjaforseta. Það er ótrúlegt að okkur sem alþjóðasamfélagi skulle bara vera boðið upp á þennan mann einhvern veginn bara í framsætinu. Já, en það var gaman að heyra Óla Harðar stjórnmálafræðing lýsaði yfir rauðaborðið í gærkvöld að með því að fara í vonlausan slag sem hann hlýtur að tapa við páan að það geti verið svona loka holskeflan sem að skili sem taki fylgi frá honum í hans heimahéraði innan Bandaríkjanna. Já, herðu, sástu hvernig írönsk stjórnvöld brugðust við þessu? Þeir byrjuðu á að senda páanum bara bréf fordæma þessi meðferð á Jesú sem að sé spámaður og þar leðandi mjög helg vera í Kóraninum líka og hann megi bara alls ekki leggja svona hvað var að segja, nafn drottins við hégóma, þetta er svona, þetta jaðrar við það. En að búa til skrípamyndir að sjálfur sér sem í líki Jesú. En af því að Trump komst til valda vegna trúaráhrifa mjög sterks hóps, ekkert mjög fjölmenns en sterks hóps sem er með ákveðna trú og ákveðin trúaleg gildi, þá væri svona mjög, kaltænislegt eða epíst ef hann fjalli aftur úr sessi út af einhverju svona trúarlegu, út af því að hafa tekið rangan slag við páan. Já, það er ótrúlegt í rauninni, það er alveg ótrúlegt. En Áslaug Arna, hún ætlar að koma aftur í pólitíkina. Frábært. Hún er það?
Mér gæti ekki verið meira sama ekki það, mér kann ákveðlega við staðgengilennar, hann Sigurð Örn hann hefur nú komið hingað í heimsókn til mín við rauðborðið ég myndi nú frekar vilja hafa hann heldur en Áslaug Örn, ég var nú bara viðurkenna það hann ekki pólitíkur sem mér að skapi en maður getur ekki fengið allt sem maður vil. Það hann svolítið Þórdís Reykjör sem hefur stólið sinni sem sá sjálfstæðisþingmaður sem hefur mest vægi finnst mér núna síðustu vikur. Ég held að Áslaug Arna mun ekki ná að stugga við þeim sessi Nei en svo var það dómsmálaráðherra sem komst í fréttir í morgun fyrir gjafmildi sína, ég var að segja, úr ríkissjóði. Hún gaf öllum starfsmönnum dómsmálaráðuneytisins vorgjöf. Já, bolla, voða fínir bollar eftir keramiklistakonu. Bollarnir, ég meina, þetta er eitthvað svona tækifærisgjöf, ég veit ekki alveg, ég hef aldrei heyrt vorgjafir áður. Ég hef heyrt sumagjöf, vissulega, sumardagi fyrst það. En þessar gjafir kostuðu þetta í kringum 500.000 krónur og greitt úr ríkissjóði og þetta, þú ætti fólki svolítið slá við Ingu Sæland og páskaeggjaf fíaskóinni hennar. Ekki beint vegna þess að Inga Sæland varði á milli 700 og 800.000 af opinberu fé í páskaegg. Þannig að bollamáli er ekki á þeim skala. Þetta sama fólk er að segja almenningi halda þessir höndum og eigið ekki með efni fram með þú veist að gangi ekki á frattum gleðina dyr í rauninni til þess að stemmist yfir verðbólgu og annað og svo sjáum við bara þetta sama fólk einhvern veginn mók úr ríkissjóði þó þetta séu kannski engar gríðarlegar upphæðir svona stóra samhenginu þá er þetta nú samt alveg hellingspeningur fyrir marga. Tvær þjóðir í einu landi og allt það. Allt það, akkurat. Ég veit ekki hvort þú fylgdist með því það var Coachella tónlistaháttíðin var helgina, liðna helgi í Bandaríkjunum, hún er fyrir utan Los Angeles í Kaliforníu fylki þetta er svona hipstera festival svolítið, en það var eitt sem að vakti mikla athygli og það var Justin Bieber, hann satt einn á sviði með mikrofónin og tölvuna sína og hann var að streyma af YouTube bara fyrir aftan og svona syngja með sjálfum sér. Ég veit ekki hvort þú hefur fylgst með þessu en þetta vakti náttúrulega mikið umtal svona hversugni ósköpunum, þú veist, það var búin að missa allan metnað og að því að allar hinar stórstjörnurnar voru með alveg svona flugeldasýningar og margir miljardar sem að fóru í þeirra sjóð en þá sem sagt svona ástæðan fyrir hann gerir þetta svona er að hann misti öll útgáfuréttindi sín í hendurnar á einhverjum svona útgáfurisa þannig að hann gat farið svona á svig við reglunar með því að varpa YouTube-vídeóum fyrir aftan sig og syngja bara með og það er svona annað svona sniðu twist sem að var á þessum atburði það er að hann svona snerti hjartað í ansi mörgum þegar hann er að syngja með 13 ára gamla sjálfum sér upp á sviði og það var svona, ég veit ekki, ég mælu með því að fólk fletti þessu upp og sjá hann að tala við sitt innra barn í rauninni, þetta er nokkra vasaklúta moment. Þetta er gæðin sem gerði fjaðrárgljúfur heimsþekkt og er talin vera ábyrgur fyrir hundruðum bara líkum ég við að segja milljónum ferðamanna. Justin Bieber. Justin Bieber. Þetta var svona óvænt. Ég hef ekki verið mikill belieber eins og sagt þér en þetta var svolítið fallegt moment og það er svolítið punk í þessu. Fílaði þetta. Þetta er gott. Þetta var svolítið svona fingurinn svona sticking it to the man og hann var bara svona sína okkur hann var bara að hreyfa við okkur hérna. Ég er mjög ánægð með þetta. Já. En þátturinn í kvöld, það er nú margt á boðstólnum. Já. Ætlum við að slúta kvöldinu með tónlistafólki í menntaskólanum í tónlist. Það er rétt. Það eru bara ansi margir sem þessi hátt í 40 ungir nemendur sem upplifa það að fá hörpu til sem tónlistarvettfang flestir læra einhver hljóðfæri en einhverjir söngvarar það er sem sagt uppskeruhátíð eða útskriftartónleikar menntaskóla í tónlist og þau koma undir lok þáttarins kennari einn, Birna Hallgrímsdóttir píanókennari og svo 3 skemmtilegir nemendur gríðarlega efnilegir og kraftmiklir og sérmerandi nemendur
Theodóra Sæmundsdóttir söngkona, Freyja Sigríðardóttir básunuleikari og Ásgeir Helgi Ásgeirsson gítarleikari og þau ræða við mig þennan áfanga, sigrana að baki og framtíðina og mjög gaman að svona finna kraftin sem í þeim. Ég segi það alltaf fyrir hverja unga mannesku sem ákveður að verða listamaður, ég þakka fyrir, bara takk fyrir að vera til í þetta. Já, einmitt, að vera til í þessari gráu veröld. Já, akkurat. En þú ætlar að fara svona úr framtíðin og æskunni yfir í þú ætlar að byrja í öldruninni og fara svo í æskuna, það að segja, en undan unga fólkinu verður. Það getur verið skamt stóra högg á milli, eins og við sjáum í þættinum því að Berglind Indriðadóttir iðjuþjálfi ætlar einmitt að ræða farsæla öldrun líka í samtali við mig. Og hún skrifaði ansi góða grein sem vakti töluverða athygli á Vísu daginn og hún svolítið að leggja út af sýnileika öldrunar. Sástu myndina þarna sem var sýnd í sjónvarpinu páskana? Nei, ég með hana merta svona inn á sarpinum, ég á eftir að horfa á hana. Ég sá megnið af henni og það var áhugavert einmitt að sjá bara svona skorpið hold hrukkur í löngum myndskeiðum og fylgjast með fólki sem svona einhverju leyti kannski komið út úr heiminum. Mér finnst sjálfum þessi mynd alveg frábær. En hún sannarlega fær okkur heim sem að við vorum að ræða fyrr áðan að hvernig við værum búin að útvista dauðanum öldruðu fólki, stofnanavæða, þetta allt saman, við viljum ekki sjá þetta. Við ætlum að ræða þetta, ég og þessi ágæti iðjuþjálfari, hvar við stöndum og hvernig við getum svona kannski sveikt af leið. Og þú ert með þríleik í lok þáttar. Jú, það rétt. Það reynsluboltarnir. Já. Sá ágæti þáttur sem að ég held að Sigurjón Magnús hafi nú verið fyrstur með. Já. Það sem konseptið það að við tölum við fáum gesti sem eru svona allir komnir af fermingaraldri, getum við sagt. Bara menn sem að búa yfir árum og reynslu og þekkingu til þess að tala málin. Við komum Páll Valur Björnsson, skólamaður og fyrirhundi þingmaður og Gísli Tryggvason, lögmaður og Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur, já hann reyndar einnig fyrirhundi þingmaður og ræða fréttir líðandi stundar, ekki síst sveitstjórnarkosningarnar framundan ESB-málið flokkfólksins, fokkfólksins og fleira. Þannig að já, bara mjög skemmtilega. Það er næg að taka, svo sem. Já, akkurat. Þú nefnir Smeð, hann var hjá okkur í dag og ræddi við hann Einar Sveinbjörnsson veðurfræðing sem er að vara við fyrirhugaðri byggð á Norðurnesinu og Álftanesi. Hann dregur hann ræðir 30 ára gamla frétt sem sagt var frá því að þetta bara hreinlega hvarf þetta Norðurnes bara vegna flóða og hann ræðir þessa flóðahættu og svona þessa skammsýni í verktakaræðinu að ætla að fara að byggja þarna á svæði sem að mun að öllu líkindum á einhverjum tímapunkti verða undir sjó í lengri eða skemmri tíma. Peningöflin að hafa skynseminu undir. Akkurat. Virkilega spennandi. Já, einmitt. En ég ætla að fá að svo ríða hér vaðið í upphafi þáttar eftir stuttar auglýsingar með Tótlu Sæmundsdóttur hjá Barnaheillum og við ætlum að ræða mál barna sem að lenda eða liggja utan kerfis, eru án þjónustu vegna þess að málefni foreldra þeirra sem eru umsækjendur alþjóðlega vernd voru færðir á milli úr höndum sveitarfélagana og yfir til ráðuneyta og undirstofnana þeirra, þar með talið Vinnumálastofnun. Vinnumálastofnun auðvitað hefur enga burði til þess að sinna leikskólaþjónustu fyrir börn. Þannig að það eru þannig litlir einstaklingar, pínlitlir einstaklingar sem eru að koma úr mjög erfiðum aðstæðum sem að eru bara að gjössanlega út undan og á einhvern veginn framfærslu foreldra sinna allan sólarhringinn, mega lítið fara út úr herbergjum og þetta er í rauninni svona eins og fangabúðir. Hvað er þetta að segja? Og ég virkilega umulegt
mál í alla staði. Barnaheill hafa verið núna að reyna að vinna að ykkur lausn fyrir þennan hóp sem að enga þjónustu fær því að þegar þetta var fært úr höndum sveitarfélagana þá féll niður skólaþjónustan, leikskólaþjónustan, frístundastarfið, íþróttirnar, allt þetta fyrir þennan hóp og svo mikla þekking sem hafði verið hjá sveitarfélagunum, hún svona glopraði svo litið niður. Við ræðum líka aðeins barnafangelsið fyrirhugaða. Þú kallar það barnafangelsið? Já, sem það er. Og sem að öll mannréttindasamtök held ég alveg örugglega á Íslandi hafa svona reynt að stöðva með veikum hætti því að ég get nú sagt frá því að ég hef heimildi fyrir því að það sem nú hreinlega bara verið að byggja grunnaði núna. Það sé búið að panta inn efnið í bygginguna og það sé allt komið að stað þrátt fyrir að ekki sé búið að samþykkja lögin. Þannig að svona viss er dómsmálaráðherra í sinni sök þrátt fyrir varnarorð allra þessara samtaka. En já, það er bara hér eftir stuttar auglýsingar. Tótlega Sæmundsdóttir hjá Barnaheillum og ég bið ykkur bara að njóta auglýsinga á meðan ef maður getur nú notið þeirra. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðarhlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, þá vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér til þess að ræða aðstöðu flóttabarna á Íslandi er Tótla Sæmundsdóttir hjá Barnaheillum. Vertu velkomin. Takk fyrir. Það voru sagðar fréttir hérna fyrir tæpum mánuði síðan af svona hörmulegu ástandi í Jóðall-húsinu meðal annars, þar sem að barnafjölskyldur voru svona, og börnin, það er að segja, voru svona utan kerfis, þau voru ekki í skóla, var
lítið leikföngum, mátti ekki leika sér á göngunum og það var svona einhver svona refsistefna, sagt frá refsistefnu gagvart foreldrunum með börnin höguðu sér ekki. Það kom mjög illa marga og meðal hans Jón Kalman skrifaði þetta pistil sem að svona fór víða og vegna þess að þetta svo lítið ómanneskilegt. Þið hafið verið aðeins að svona skoða þessi mál. Getur þið sagt okkur einhvern veginn svona einhverja framvindu af þessu? Að framvindu þessu máli? Já, sko frá því að þetta þessi þjónusta færðist frá sveitarfélögunum og yfir til Vinnumálastofnunar sem undir ráðuneytinu, þá breyttust margir hlutir. Það er að segja þjónustan sem hafði verið hjá sveitarfélögunum, af því að sveitarfélögun í rauninni komið með mikla þekkingum á málefnum sérstaklega umsækjenda alþjóðlega vernd. Þetta er málaflokkur sem þeir eru búin að sinna lengi. Og þá hafa þau haldið utan hópinn og tryggt honum þjónustu í gegnum sín kerfi eins og bara hjá öðrum. Þannig að þegar málaflokkurinn færðist frá sveitarfélaginu yfir til ráðuneytisins, þá breyttust hluti til þess fara og sérstaklega fyrir barnahópin og það sem gerist í rauninni er bara að þau fá fyrir skóla þegar skólaskylda á Íslandi en það sem datt út er leikskólinn og frístundir og tómstundir og annað slíkt. Þannig að við erum með þarna hóp, sérstaklega yngsta hópin 0-5 ára sem fær ekki að fara í leikskóla eða fær enga þjónustu. Þannig að þau eru í rauninni bara með foreldrum sínum allan daginn heima við. Og þetta er það sem við höfum verið að gagnrýna og höfum verið að gagnrýna síðan að við vissum að þetta væri að fara að gerast. Þannig að núna er komið ára þessu og við náttúrulega þekkjum til hópsins og þekkjum foreldra sem hafa leitað til okkar af því að ég hef stundu sagt það, ég veit ekki með ykkur en ég gæti ekki ímynda mér að vera först með 2, 4, 5 ára allan daginn inn í litlu rými þar sem að í vondu veðri þar sem kemst lítið út og hefur engan annan stuðning. Fyrir utan, ef við byrjum ekki að ræða hvað er mikilvægt skólastig fyrir börn í félagsþroska og aðlögun og öðru slíku. Já, þannig að þetta er sérst það sem við höfum verið að gagnrýna og við vorum bara mjög glöð að sjá að við erum ekki ein í þessu, að fólki misbýður þessar aðstæður og þá höfum við bara verið í samtölum við ráðuneyti og við Vinnumálastofnun, hvað við getum gert. Að því í grunninn þá er þetta mjög fá börn. Þetta er ekki stórvægilegu kostnaður, þetta er pólitísk ákvörðun og það er svolítið kjarninn í þessu. Það er auðvelt að breyta þessu. Það er auðvelt að koma mannsamhendi fram við þannig hóp og styðja við þessi börn og fókusin sem mér hefur svolítið langað að setja líka að því að við vitum í rauninni ekkert hvað verður með hóp en kjarnin minn er alltaf að allt sem fólk fær á meðan það er á landinu það fylgir þeim áfram. Þannig ef við byggjum með félagsþroska, ef við hjálpum börnum í aðlögunarhæfni, ef við byggjum undir þau, þá er það eitthvað sem fylgir þeim áfram og alla tíð. Það er gríðarlega mikilvægt að jafnvel þó að þetta verði ekki framtíðar ríkisborgara landsins, að við gerum allt sem í okkar valdi stendur til þess að koma mannúðlega fram og í rauninni byggja undir henni hópa áfram. Og þið hafi verið í samtölum við ráðuneytin og Vinnumálastofnun og finnur fyrir velvild vill kerfið gera betur fyrir þannig að því þú segir þetta er pólitísk ákvörðun og þetta var pólitísk ákvörðun á sínum tíma að færa þetta úr höndum sveitarfélagana og það er miklu þekkingu og svona bara kunnóttu sem að var þar innanhús og yfir á Vinnumálastofnun og það kemur manni kannski líka svolítið spáns fyrir sjónir að Vinnumálastofnun sé farin að einhvern veginn hlúa að öryggi barna, það bara passar ekki saman. Nei, og ég held að það hafi líka komið þeim svolítið spáns fyrir sjónur á sínum tíma að taka yfir þennan málaflokka þegar það voru ekki grunnstóðinir og grunninnviðir til þess að sjá hennar hóp. Og ég efast ekkit að Vinnumálastofnun sé að gera það besta úr því sem þau hafa úr að móða en á sama tímapunkti þá hafa þau ekkert úr að móða. Af því að allt sem er ekki lögbundið er núna bara ekki boði. Þannig að þetta er ramminn sem þau eiga að vinna innan í og ég held að sé enginn glaður með þetta. Sveitarfélögin voru ekki hamingjusum með að þessi hópur væri tekinn frá þeim og búin að mynda gríðarlega mikil þekking og fólk vildi halda áfram og halda þessu málaflokk hjá sér. Men ég held að Vinnumálastofnun hafi ekki haft mikinn áhuga á honum að hann skildi komin að þeirra borð. Þannig að þetta þarf að komast til ráðamanna í rauninni. Hvernig ætlum við að breyta þessu tilbaka?
af því að það var alls konar sem mátti setja út á þjónustu við umsækjendur alþjóðlega vernd, en við erum á hraðri niðurleið. Það alveg skýrt. En svona eftir þennan fréttaflutning, eftir þessi skrif Jóns Kalmans, eftir ykkar svona gagnrýni og annarra hópa, finnurðu, eitthvað að breytast? Eitthvað, þú veist, að liðkast til í ráðuneytinu? Ráðherra tilbúin til þess að horfast í augu við þetta? Ég ekki mun að heyra frá ráðherra, en ég vona það. Hann allavega gaf það til kynna í þessu viðtali að hann hefði áhuga á því að endurskoða þetta. En þetta skref sem þarf að taka. Það áhugi úr samfélaginu og það alveg skýrt og það meðbyr sem mér þykir gríðarlega vænt Það að hafa samband við okkur alls konar fólk sem vil aðstoða, sem vil hjálpa, sem vil vera með listasmiður, vil styðja við hópinn, en sem frábært og það frábært að við getum boðið upp á einhvers konar bara uppliftingu í deginum. En grunnurinn samt alltaf svo sama. Líka bara að gefa foreldrunum klukkutíma leyfi. Ég leyfa þeim að komast út í eina síkó. Bara, þú veist, eins kaffibólla, leggja frá sér barn. Leggja frá sér barn og þú veist, fara í göngutúr. Já, ég satt með móður daginn sem sofnaði við borðið. Ég skildi hana svo vel. Það var einhver sem var við hliðina á henni og fókuseraði á börnin hennar í smástund. Og þetta var bara svona, ég ætla bara aðeins að þú veist. Þetta var svo kjarnandi. Þetta var svo gríðarlega kjarnandi. Hvað þetta náttúrulega þreyttur hópur. Fyrir utan öll sína áföll og baksug og þú veist, ég vil ekki eins og byrja að hugsa hvað þessi hópur gekk í gegnum að komast hingað. En þetta alltaf plástur á opið ár. Þetta plástur á gríðastórt undirliggjandi vandamál. Þannig að jafnvel þó þetta sé bara smá hluti, þá alltaf hjálpar allt. En grunnurinn samt svo sami. Þetta hópur sem fær ekki þetta fyrsta skólastig, sem fær ekki þessa aðlöfum félagslega, sem fær ekki það sem að, þú veist, við vitum hversu mikilvægt skólastig, leikskólastigið bara allir foreldrar þekkja það meira og minna, hvað gerist á leikskólanum og bara málþroski og félagsfærni og þetta allt grunnstóðir sem börnin okkar verða að fá. Þannig já, þetta stórt verkefni, en þetta samt ekki rosalega mörg börn, eins og þú segir. Þetta fá börn og það það sem ég finnst svo rosalega súrt, einhvers staðar í grunninn. Bara af hverju hópurinn búin að smækka og smækka og þetta alltaf að fækka, þessum hóp. Og hann þvert á það sem að fólk verðist vera að halda fram stöðugt í fjölmiðlum. Þessi sveitarstjórnarkosningar verðast ganga út á þennan pínu ponsulitla hóp. Já, sem ekki eins og í höndunum á sveitarstjórnarnum, svo ef út í það verið. Nei, bara og kemur þeim ekki við. Ég skil ekki alveg hvað að gerist í þessum kosningum þess að dana, bara frétt eftir frétt málaflokk sem ekki eins og inn á þeirra borði. En þetta pínlítill hópur í dag. Það mjög kerfisbundi búið að fækka þessum hóp á undanförnum árum. Þannig að ég skil ekki af hverju við getum ekki bara tekið almennilega utan þessi örfáu börn. Það eitthvað að samfélagi sem getur ekki tekið vel utan börn. Já, það það. Og bara, og við þurfum svolítið að spyrja okkur hvernig samfélag viljum við vera. Og ég held að þess vegna hafi þetta hafi reykt margandi reiði að vita af því, þrátt fyrir hvað þeim þykir flóttu fólkstöðu, umsækjendum alþjóðlega vernd og þar fram til göttunum. En þá erum við öll í kjarna sammála því að við erum ekki vond við börn. Ég vildi óska þess að ég gæti verið sammálaðir. Að fólk sé þar almennt. Stundum þá líður mér eins og bara mennskan sé farin frá okkur. En það var það sem gladdi mig svo rosalega við viðbrögin. Af því að þegar við höfum verið að tala og fyrir þessum hóp, þá finnst mér svo oft mæta doða. Bara svona fullkomnum algjörum doða. Það einhvern veginn búin að eiga sér að stað einhver svona gríðarlega af mennskun. Að barn ekki það sama barn lengur. Þannig að þarna kom eitthvað moment sem ég þykir sem svo væntum að við eigum ennþá til. Að við sem samfélag horfum á þetta og getum sagt saman, nei, þetta óásættanlegt. Við erum ekki til í það að búa til eitthvað fangilsi fyrir börn þar sem þau hýrast inn í herbergi og með ekki heyrast og með ekki sjást til þeirra. Og það eitthvað svona sem ég var rosalega glöð að sjá þetta.
og glöð að sjá viðbröðin almennt úr samfélaginu að það var eitthvað sem hreyfði virkilega við fólki. Því við minnist nú á fangelsi, þá það annað mál sem að Barnaheill hafa meðal annars sent inn umsögn. Það liggur fyrir að dómsmálaráðherra ætlar að gera að lögum, það sem kallað brottfarastöð, það sem að við höfum kallað lokar varðhaldsbúðir. Já, það sem einmitt. Og ég sá einmitt ungmenni, Barnaheilla sem að komu í morgunútvarpið bara núna í liðinu viku, ræddu nákvæmlega þetta og á þessum forsendum að það á bara ekkert að læsa börn inni. En ég hef nú svona heimildi fyrir því að það sé verið að moka fyrir grunni þannig á þessu fangelsi jafnvel þrátt fyrir að það sé ekki búið að samþykkja lögin og þrátt fyrir hérna miklu mótbárur allra mannréttindasamtakana sem að hafa bara staðið í lappirnar gegn þessu. Veist þú einhvern veginn svona og hefur eitthvað verið hlustað á þessi mannréttindasamtök? Ég veit að persónlega verandi í Solaris að það hefur ekki verið hlustað á okkur en þú kannski, þín vinnar, hún svona fléttast saman við hið opinbera að mörgu leyti. Já, meir og minna öll mannréttindasamtök landsins mótmæltu þessari brottfarastöð eða varðhaldsbúðum og það hefur, mér fannst svona á okkar samtölum við þá þingmenn sem við hefum rætt þetta mál við ekki mikið kom út úr því. Nei. En ég fann að það samt titringur í fólki. Fólki finnst óþægileg tilhugsun að fangelsa börn. Það einhver staðar þarna ennþá eitthvað sem segir þeim að nei, við ættum ekki að fangelsa börn. Og ég vona bara að við getum öll verið sammála það sé bara ekki í lagi. Grunnstoðirnar eru svolítið áhugaverðar í þessu máli af því að ólíkt öllum öðrum lögum þá snúast þessi lög ekki það að vernda börnin. Alls staðar þar sem við frelsissviptum börn gengur það út á að vernda börnin fyrir sér eða til þess að skaði ekki aðra og það alltaf á forsendum þess að vernda barnið. Þarna erum við að gera algjörlega ólíkan hlut. Við erum ekki að vernda börnin með að loka þau inni. Þannig að grunnforsendan gríðarlega skökk og ekki lagi og það titringur í fólki. Ég finn það alveg að fólki líður ekki alveg nógu vel með þetta. Svo kom viðbót frá dómsmálaráðherra. Það sem að þeim fannst þurfa að skerpa því að þau hugsuðu brottfarastöðuna að þetta þess að sagt annað hús fyrir fjölskyldur. Að þau eru ekki vistuð með öðrum. Þau eru ekki fangelsuð með öðrum sem sagt inn á sama rými. Og þá svona aðeins róaðist hópurinn en við höfum verið að reyna að ýta á það að grundvallarforsendan sem að við frelsissviptum ekki börn þegar það ekki til að tryggja þeirra öryggi hún ennþá til staðar og það ennþá til staðar til dæmis möguleikinn á einangrun á börnum setja því það sem kallaður öryggisklefi þar sem þau eru einangrunarvistuð. Og ég meina það ekki öll börn sem að leita hingað með fjölskyldu sinni, það líka börn sem að koma ein. Já, en þetta líka áhugaverði parturinn. Fylgdarlaus börn eiga ekki vera vistuð í þessari stöð en það má fjarlæga þau frá fjölskyldunum sínum innan í stöðinni sem þá grundvallar forsenda fyrir því að þau séu í fylgd farin líka. Það margt í þessu sem stangast svona á og í rauninni engin rökstuðningu fyrir. En já, þannig að við tókum okkur saman enn og aftur. Við vorum 9 félagasamtök í gær sem sendum afturpóst á nefndina til þess að árétta það að jafnvel þó að þessi kæmi þessi auka úrbóta tillaga frá dómsmálaráðherra að það hreyfði ekkit við okkar mótmælum í rauninni. Það ennþá til staðar öll þessi gagnrýni, hún ennþá til staðar. Að það grundvallar forsendunar hafa ekkert breyst. Þannig að við vildum bara árétta það og sendum það aftur á nefndina senst í gær. Að það alltaf þessi þrýstingur og fólki finnst þetta náttúrulega galið. Þetta galið. Það gjörsamlega út úr kú og ég held að ég sé ekkert að kjáta frá okkur leyndamáli að segja bara hversu ofboðslega ósammála ég þessum lögum og þessari meintu brottfarastöð. Þetta auðvitað bara fangelsi og það sem verið að gera í þessum lögum auðvitað verið að það verið að taka af fólki réttin til
réttinda í rauninni. Það má koma fram við þau með sko samkvæmt bara einhverjum áður óheyrðum hætti, taka af þeim vegabréf og frelsisvifta og án þess að þau hafi nokkuð til saka unnið og það bara það sem að reytir mann svo til reiði. En eins og ég segi, þá nú samt, hef ég svona nokkuð áreiðanlegar heimildir fyrir því að þetta sé komið út af teikniborðinu í rauninni. Það sé þarna verið að móka grunn hreinlega fyrir þessum brottfara búðum eða hvað svo sem fólk vill kalla þetta og sem segir okkur það á ekkert að hlusta á ekki Barnaheill, ekki Rauðakrossin, ekki Solaris, ekki Amnesty, ekki og þar fram eftir göttunum. Þannig að maður velti fyrir sér svona, þú veist, þetta svona svolítið pissað upp í vindin að vera að senda frá sér enn eina álögföluna? Við verðum að gera eitthvað. Það held í grunnurinn og við verðum öll að mótmæla þessu og það að sitja á liðlínu og horfa á þetta gerast, það náttúrulega bara óbóðlegt. Þannig að við munum öll halda áfram að mótmæla þessu alveg sama hvað og jafnvel þó að þessu komið á koppinn. Menn þetta eru mannréttindabrót. Ég meira segja sko Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna sendi sér ályktun nákvæmlega þessa klausu að vista börn sko, að væri óheimilt í rauninni. Og við áttum samtal hér á landi þetta, nákvæmlega þetta og þetta eitthvað sem, það líka annað, við höfum verið að reykja okkur af móttöku erlendis og hvernig við höfum tekið á móti hópunum og það úr fyrri mannréttindaskýrslum, þá þetta eitthvað sem íslensk stjórnvöld hafa verið að reykja sér af. Já. Sem svo áhugavert. Fjölskyldusamningarnir líka. Já, að það eitthvað búið að snúa þessu öllu saman við og þessi stefna sem einhvern veginn búin að vera innan ráðuneytisins eiginlega óháð ráðherra. Þú veist, það bara einhver lína þarna sem bara heldur áfram og bara eitthvað teikniborð sem við erum bara að fylgja. Og það virðist ekkert skipta máli röksemdafærslunar eða einmitt umsagnirnar sem við sendum eða hrópin í fjölmiðlum það virðist ekki skipta neinu máli. Nei. Það bara einhver lína sem eru að fylgja og fólk bara að fara í gegnum einhverju vörður. Og tilfinningin og við sjáum henni hópa alltaf fækka og ástæðan að verða erfiðari og erfiðari að megin ástæðan hlýtur að vera að gera þetta eins fælandi og mögulegt út á við. Og þannig erum við komin á einhvern stað sem við ættum alls ekki að vera á. Nei. Svo langt í frá. Já, þetta undarlegt. En Barnaheill, það mikið að gera hjá okkur þessu dagana, ég veit það. Mörg verkefni í vinnslu og bara í fullum gangi. Ég veit að það mikið að gera líka hjá ungmennahópunum ykkar. Þetta eru sterkir hópar. Getur þú sagt okkur aðeins frá þessu ungmennaráði sem átti sterkan leik hérna í fjölmiðla í upphafi viku, eða hvað síðustu helgi? Ég veit ekki hvað að segja, sko. Þetta magnaður hópur. Þetta hópur af krökkum á aldrinum 15 til 19 ára. Þau eru bara stórkostleg. Þau hafa bara verið að taka utan málaflokka sem þau hafa mikla skoðun á og þau hafa verið að skila inn umsögnum við frumvörp sem langar að ræða. Þau hafa verið að mæta á nefndarfundi á þinginu. Þau hafa verið að fara í fjölmiðla. Þau hafa verið að búa til vídeó. Þau eru að útskýra fyrir öðrum ungmennum hvað að gerast. Og þetta hópur sem bara svo kröftugur og réttsýnn og flottur og við erum að reyna allt sem við getum mögulega til þess bara að styðja við þau en þau hlaupa bara áfram, við eigum ekki tíðu sko. Það er það besta sko. Þetta algjörlega frá A til Ö þeirra. Bara barnalýðræði. Já, bara fullkomlega algjört barnalýði og það er svo dásamlegt að sjá svona unga krakka til dæmis skila umsögnum sem ég bara til þingsins, til nefndarsvið þingsins sem í þeim gæðaflokki að ég held að þessi margir sem bara hreinlega trús ekki sko. Þau eru algjörlega mögnuð, eldklári, flotti krakkar og vita bara nákvæmlega hvað þau vilja og hvað þau vilja segja. Þannig að það bara sannur heiður að fá að vinna með þeim. Og eru ykkur fleiri verkefni á döfinni eitthvað og líka bara hvernig getur fólk nálgast ykkur ef það vill einhvern veginn hjálpa aðstoða, vera til staðar hefur bara áhuga á starfinu fullari fólk og börn?
Það er bara alltaf hægt að hafa samband við okkur á bara barnaheill.is eða ringja og spjalla við okkur. Við erum með alls konar hluti á teikniborðinu. Okkar svona helsti fókus hefur verið ofbeldisforvarnir. Það er svona það sem við hefum verið leggja mesta áherslu á Íslandi og reyndar í verkefnum okkar erlendis, í þróunarsamvinnu og mannúðaraðstoð erlendis. En það er svona það sem við hefum verið einblín á. Við erum að fara af stað núna í næstu viku með herferð sem heitir Ég lofa, sem gengur út á það að fá fólk til þess að hlusta á börn þegar það er að segja frá. Við vitum að allt og fá börn segja til dæmis frá kynferðisbrotum og þetta er rauninni bara að taka loforð af fullorðnum einstaklingum að hlusta, að bregðast við, að gera eitthvað þegar börn segja frá og búa til öruggt umhverfi til að börn segja frá. Og þá erum við bara með kennslumyndbönd þar sem fólk getur bara að hjálpa fólki að tala við börnin sín þessu hluti til dæmis og hvað að gera og hvernig á að bregðast við. Samhliða erum við að gefa út fræðsluefni. Við fórum hringinn kringum landið og töluðum við ungmennum all land um ofbeldi í nánum samböndum og við erum að fara að kynna niðurstöður úr því í framhaldinu í þar næstu viku. En það er alls konar spennandi á döfunni. Það má alltaf hafa samband við okkur. Það er að fylgjast með okkur á samfélagsmiðlunum okkar og bara ef fólki langar að ræða eitthvað sem tengist börn og barnaréttindi þá bara er alltaf hægt að heyra í okkur. Frábært. Takk hérlega fyrir þetta tótla í samstöndari og barnaheillum og dókið við það meira hér handa við auglýsingar. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti Samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Allir þættir Samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl, til mín er komin Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur, verður velkomin inn. Já, takk fyrir. Ég las grein sem þú skrifaðir, Álftanes ný byggð á flóðasvæði og að lesa þetta, þá verður maður alveg gáttaður með að við forsöguna. Já, akkurat Er það ekki? Jú, við getum ef við bara horfum á bara stórumyndin í þessu, hvað er náttúruvá eða hvernig birtist náttúruvá okkur. Hún er auðvitað mjög víða á Íslandi. Við búum á landi að búum á svæði þar sem að náttúruvára ýmsum tegundum að þær eru yfirleitt mjög nærri og sum náttúruvá er til dæmis vel fyrir séð þá meðan önnur er það ekki. Við getum til dæmis sagt að gosið í Heimaey 73 hafi verið mjög ófyrir séð á sama tíma og landskjálftarnir sem að urðu á Suðurlandsundirlendinu upp á aldamótunum hafi verið eitthvað sem þekktu að það væri spenna í bergjunu sem brotna það bil 100 ára fresti og það var komin tími á það og vissu nákvæmlega nokkuð með hvar það yrði og svo búum við núna til dæmis við byggum mjög lengi við þá náttúruvá af völdum veðurs að það fórust 10 mann á sjó okkur einasta ári. Það er ein tegund af náttúruvá sem við höfum síðan við höfum náð að verjast með aukinni þekkingu og kennslu og viðbúnaði. Og svo höfum við til dæmis náttúruvá sem við getum bara nefnt fjórða dæmi sem er yfirstandandi núna sem eru faraldalseldarnir sem kom okkur dálítið í opna skjöldu til að byrja með en við erum að læra inn á við þekkjum hins og ekki alveg umfangi og styrkin og ekki hversu útbreytt það er og getum alls ekki tímasett atburðina samanber bara það sem er að gerast síðustu daga. Erum við eitthvað tímann að storka örlónum? Já, við erum auðvitað mjög af því og maður hefur auðvitað fylgst með og tekið þátt í þessari umræðum snjóflóðun og snjóflóðahættuna sem er ein tegund af náttúruvá og þar horfðu menn og menn viðurkenna það í dag að menn horfðu dálítið gegnum fingur sér með þá hættu og smættu hana til þess að geta byggt þekkt er austan og Neskupstað þar sem að í fyrsta bæjarskipulaginu var merkt inn allt sem var innan við Konráðslæk að það væri snjóflóðahættusvæði því að það gamla fólki vissi af því þar hafði fallið snjóflóð upp úr 1880 en svo þegar öll uppbyggingin hófst eftir stríð
og öll útgerðin og allir flyktustu Norðfjarðar, þá horfðu menn í gegnum fingur sér og byggðu á þessum svæðum. Svona höfum við dæmi landið og Norðfirðingar ekkit feimnir við að viðurkenna þetta. Nei. En sko, við eigum í dag, þá vitum við svo mikið og við eigum að geta brugðist við og ekki bara aðlega svolítið brugðist við og komið reynt að lágmarka áhættuna með því að hafa okkur skynsamlega. Já. Og það er eitt af því sem við höfum til dæmis gert í sjómennskunni og útgerðinni með þeirri afleiðingu að sjóslið sem áður voru, þau þekkjast varla í dag sko, með því að bregðast við. Og við bjóðum ekki hættunni heim með því að hafa okkur á einhvern nátt óskynsamlega. Nei, en sko, við erum að tala sko, Garðabær er að undirbúa byggð á Norðurnesinu á Álftanesi. Já, ég er svo sem búin að vita af þessi dálítinn tíma og bý sjálfur í Garðabænum og hef áhuga á þessum flóðum og ég hef sennilega farið á síðustu árum 3 fjórusunum, gert mér ferð við tilvik sem ég veit að er hásja ástæða, það er mikill öldugangur bara til þess að fylgjast með. Þetta er bara svona hluti af mínu áhuga sviði að fylgjast með náttúrun og umhverfinu. Það sem að þegar sumir fara og skoða fugla, þá fer ég að skoða svona hluti. Ég reyndi að skoða fuglana líka, áhuga á þeim. En og brímið þegar landið. Já, þegar gerir öldu við sko. Það er þannig, ef við fáum upp myndina hérna á Norðurnesinu, að þetta er þannig að Álftanesið er sem sagt, við sjáum þetta Bessastaðatjörn og þetta til hægri eru Bessastaðir og Norðurnesið og Seylan, það er hérna, þetta er svæði sem stendur lágt og hefur alltaf gert það og þarna er fornt höfuðból sem heita Breiðabólstaðir. Þetta var þekkt útræði frá Breiðabólsstöðum aldir og Breiðabólsstaðir standa þarna, það er friðlýst hús sem er úr tilhögnu grjóti, svona svipað eins og Alþingishúsið, sem stendur þarna á háum punkti. Og Erlendur Björnsson sem var fæddur 1864, hann skrifaði mjög merkilega bók sem oft er vitnað til sem heitir Sjósókn og hann er að lýsa lífinu á Breiðabólsstöðum á þessum tíma. Og svo sjáum við þarna til hægri, þá sjáum við sko garð sem er nær frá Skansinum og yfir þvera Bessastaðatjörn. Þennan garð lét Sveinn Björnsson forseti gera bara hlutlega eftir hann tók við embætti til þess að hemja drulluna í Bessastaðatjörn og þar hann og gætti þar sjávarfalla. Og tókst það hjá? Já, tjörnin er eins og hún er í dag sko. Ágætt, það er opið þarna í gegn en þetta er auðvitað aldrei leyft í dag en hann bara tók sér konungsvald, getur við sagt. Það þurfti hvorki að tala við kóng nýja prest til að hann gerði þetta bara. En þarna en til gagns. Til gagns, já, við getum sagt það og síðan eru þarna sjóvarnargarðar sem við sjáum, það er dálítil byggð þarna við Blikastíg og Fálkastíg sem er þarna nálægt Breiðabólsstöðum og öðrum bæ sem heitir Grund og svo eru sjóvarnargarðar sem við sjáum þarna myndinni sem snúa til vesturs á móti Faxaflóanum og á þessum görðum að þá aldan brotnar þarna ef að er suðvestan og einhverjum vestanalda sem stendur af Faxaflóanum og hún kemur þarna að fullu afli þegar þær aðstæður eru til staðar í veðrinu. Hins vegar sko innar eins og til dæmis við á landfyllingun og Sjálandi og inn í Arnarnesvoginum þar er aldan miklu minni, hún er búin að brotna og dempast á leið sinni inn og við höfum svona svæði þar sem við fáum ómengað úthafsöldu víðar á höfuðborgarsvæðinu eins og til dæmis út á Seltjarnarnesi og eins og við Örfirisey þar sem er sjóvarnargarður líka. Það eru reyndar grinningar fyrir utan sem dempa dálítið ölduna en annars staðar eins og inn í gömlu höfninu og inn í Sundahöfn og þar er hún og þar eru hafnamannvirki líka til þess að dempa ölduna og þar er sjórun orðin nokkuð kyrr sko. Já. En þarna eins og segir þarna á Norðurnesinu þá stendur landið mjög lágt sko. Það er skilgreint landað þarna er 2 til 5 metrar og Bessastaðanesið til dæmis sem að er hvað við segja, bakvið eða utan við Bessastaði, það stendur allt miklu hærra og svo í kringum Skótjörnina og Sunnar og Nesunu, þar stendur landið hærra, þannig að
að Norðurnesið flóðasvæði. Já. Þannig að sko það væri einu hugmyndin svo að veri gerður golfvöllur að það. Já, það er hluti að pakkanum sko. Og það væri allt í lagi. Já, í sjálfu sér það sem að Garðabær fer að stað með það að þarna eru þetta einhverjur eigendur sem vilja byggja, það er einhver sem eiga landið og svo gerður einhver skiptidíl það að því að Garðabær vill gera nýjan golfvöll og þarna svæði fyrir golfvöll og gegn því að það verði byggðar einhverjar íbúðir og einhver hús í staðinn, einhverjar lóðir sem hægt að selja og það það svona sem að eins og þetta stendur skipulagslega og Garðabær kynnti bara fyrir COVID ég held að verið 2019 þá kynntu við þess að aðalskipulagsbreytingu það sem gera ráð fyrir golfvelli sem sunnan við þetta íbúðahverfi og dálítill íbúðabyggð en síðan aftur kynnt aðalskipulagsbreyting núna bara áramótin þar sem að þessi hugmynd sýnd á fundi sem haldinn var með íbúum í janúar, ég var nú ekki á þessum fundi en það sem að við sjáum þarna bæði í gömlu byggðina sem fyrir Blikastígin sem að á Lágsvæði og hún byggð fyrir svona 40-50 árum síðan og síðan að Fálkastígur sem þar fyrir sunnan sem að líka svona ljóst yfirlitum það stendur upp á einhverjum jökulgarði eða dálítið hæð og það sem rauðu byggingarnar það ný hús sem bætast við þessari nýju aðalskipulagsbreytingu þannig að fyrst var gert ráð fyrir einhverjum 40-50 íbúðeiningum og núna það orðnar rúmlega 150 samkvæmt þessu og þarna má líka greina Breiðabólstaði og Grund og þarna við Breiðabólstaðatjöfn sem þarna sjóvarnargarðurinn kemur þetta líka vel fram á þessari sem þarf þá að gera. Já, sem á þessari teikningu og hann hefur verið þarna, hafa verið sjóvarnir þarna frá því einhvern tímann eftir stríð og ábúandinur og landeigendurnir voru farnir að huga sjálfur að einhverju sjóvörnum þetta miklu fyrir vegna þess að þarna flæðir sjór og gengur á land með reglulegu millibili. Þú rifjaðir upp þannig tilvik. Já. Að það ekki bara miðja síðustu öld sem að Jú, ég fór og það mjög auðvelt að finna stærri flóð. Þau hafa ekki orðið á síðustu áratugum. En en svona minni háttar flóð eins og við segjum það sem að brýtur vel á garðinum að þau verða, vil ekki að segja hverjum vetri en kannski annan þriðja hvert vetur. En ég fann svona við skjóta yfirferð 3 svona meiri háttar flóð. Já. Það sem að allt fór á kaf og ég bara las upp úr blöðunum að það flóð sem að verður sem var í september 1953 og þá talað við Björn Erlendsson sem sonur þessa Erlendar sem ég talaði hér áður sem þá var hreppstjóri á Álftanesi hreppstjóri frekar en, ekki oddviti heldur hreppstjóri og hann segir á milli klukkan 6 og 7 gærmorgun vaknaði fólk á mörgum bæjum á Álftanesi við mikinn brimgný. Stórströmmur var og hvassviðri og sjógangur á vestri. Flæddi sjórinn mörg 100 metra á land upp og bar með sér sand og möl. Á minnstakosti 3 bæjum var allmikið tjón á túnum og engjum af þessum orsökum. Morgunblaðið fékk þessar upplýsingar í gærkvöldi hjá Sveini Erlendsinni, hreppstjóra Bessastaðahrepps. Hann Sveinn, já, hann ekki Björn. En hann býr á Breiðabólsstöðum á Álftanesi. Hvað hann sjó hafa gengið upp að bæjardýrum á jörð sinni. 9 varnargarður, þá var komin varnargarður, flóðavarnir, sem gerðir hafa verið norðan til á nesinu, bilaði þó ekki og forðaði þá stórskemmdum. Hins vegar mun hafa brotnað skarð í varnargarðin vestan til Álftanesi norður að Gestshúsum. Sunnan til á því hjá Hliðsnesi gekk sjór einnig langt á land upp, var stórt landflæmi þar undir sjó í gærmorgun. Flóðið sópaði einnig burtu löngum kafla veginum á milli Akrakots og Landakots að Breiðabólsstöðum. Var svo leið því með öllu ófæri í gær. Eitthvað væri í gær byrjað að gera við varnargarðin sem bilaði. Á Forsetasetrinu og Bessastöðum eru engar skemmtir. Flóð þetta eitt mesta sem muna Álftanes og þetta 27. september 53 og svo annað, svo urðu flóð þarna reyndar líka nokkrum árum seinna, 57 ef maður rétt. En svo vísa ég líka í annað flóð sem var seinna, það að segja í febrúar 1970 og þá segir í grein í Tímanum 100 skepna drukknuð í morgun sjórinn braut varnargarða og flæddi inn í gripahús að Grund á Álftanesi
9 kúm var bjargað illa á sig komnum en bóndinn Sveinn Erlendsson hreppstjóri taldi að það fé sem druknaði skipti tugum og hænsnin hundruðum. Öll útihús á grund umflotin vatni og jakar og grjótina svo hráið út allt tún. Sjórinn á þó ekki að flæða inn í íbúðarhúsin sem stendur á hæð. Vegurinn heima bænum alveg horfinn síðustu 600-700 metrana. Þar bara stórgrýti. Segir í tímanum 8. febrúar 1970. Og þessar lýsingar eru sko eldri rétt rúmlega 70 ára. Já. Þetta á að vera í manns minni sko. Þetta á að vera í manns minni, svo tölum við nú sko, svo oft vísað í móðir allra flóða á Suðausturlandi sem Bátsendarflóðin 1799. Það er ekki heimildur um flóður á Álftanesi þá og það þýðir ekki það að það hafi ekki flætt sko. Nei. En það var meiri sko suðvestanátt og kannski var heldur betra var á Álftanesi í þeirri vindátt heldur þegar henni vestanstæður. En þetta þannig sko að sko þegar við erum að tala sjávarstöðu og ég fylg sjávarstöðu breytingar og Veðurstofan nýbúin að gefa út endurmat núna á svona áhættumati og reikna endurkomutíma á hæstu flóðum 100-200 ára endurkomutíma fyrir landið allt sem hluti að vinnu við að þekkja áhrif loftslagsbreytinga á Íslandi að þá alltaf gert ráð fyrir því að við erum með sjávarhæð og sjávarstöðu í kyrru veðri. Og hvað það sem hefur áhrif á sjávarstöðuna? Jú, það fyrst og fremst það þetta gangur tungsins þegar stórstreymi og þegar hásjávað af völdum stórstreymis. En síðan hefur loftþrýstingurinn líka mikil áhrif. Þannig að þegar loftþrýstingur lágur, þá lyftist sjórinn sem nemur svona það byrja 0,8-5 cm fyrir hvert hektopascal. Þannig að þegar loftþrýstingur lágur, þá getur sjávarstaðan hækkað 50-70 cm. Sem er mikið í þessu tilviki. Og sérstaklega ef það stórstreymt og meðal stórströmshæð suðvestanlands eitthvað 4 metrar eða miðað við það að meðal stórstreymsfjaran sé 0-punkturinn, 4 metrar á milli flóðs og fjöru svona cirka og ef þú bætir síðan 50-70 cm ofan á og síðan getur þú reiknað það út frá svona stjarnfræðilegum upplýsingur það hvað líklegt að þú fáir mjög lágan loftþrýsting á sama tíma og með stærsta straum ársins og þá komin í einhver ákveðna sjávarhæð. En síðan þessu til viðbótar þá talað það sem við köllum vindáhlaðanda og ölduáhlaðanda. Það sem að hækkar í sjónum vegna þess að aldan að berja á sko. Og sérstaklega á það við það sem eru grinninga fyrir framan og sérstaklega aðstæður. Vindáhlaðandin nú ekki mikill, hann nemur einhverju sentimetrum, en ölduáhlaðandi getur verið 30-50 sentimetrar sem bætist ofan á. Og þar sem að aldan brýtur á, þú fær bara beint úthafsöldun á Atlantshafinu eins og algengt eða við höfum víða á Suðvesturlandi til dæmis út á Garðskaga og nærri Sandgerði og við Eyrarbakka Stokkseyri það sem eru og í Grindavík það sem eru flóðavarnir. Ég ætla að segja að ég spila golf og stundum gerist það sko í Grindavík að það eru sko þvílík grjót sem að koma yfir varnargarðið þar. Og það bara ótrúlegt að sjá og það ræður enginn við úthafsöldu Atlantshafsins við sjáum hann bara í Reynisfjöru í vetur við beislum hann ekkert eða virkjum hann ekkert hann bara kemur og við getum þetta beitt flóðvörnum með þessum flóðagörðum sem hann hafa verið að gera en síðan það bara þannig að á þessum stöðum það sem að öldu áraunin eða þessi öldu áhlaðandi kemur til viðbótar sjávarhæðinni þá fáum við sjóum bara yfir og við höfum sko, ég meina myndi viðbóð sem ég tók sjálfur bara í svona tiltölulega litlu flóði síðasta haust 8. október 25 og ég fór bara sjálfur að skoða þetta einmitt úti við Breiðabólsstaði og þarna pusaði alveg stöðugt yfir Arnargarðinn þó svo að hafa ekkert verið neitt voðalega hátt í en það var dálítil alda og við getum ímyndað okkur hvernig þetta ef að stendur hærra í og aldan af Faxaflóðunum 8-10 metrar hún auðvitað ekki í þeim styrk þú ert komin inn á grinningat en það samt óbúslegt brim og það við þær aðstæður sem að afleiðingar flóða verða hvað mestar sko. Ekki bara það að sjávarstaðan hækki og það leggst sjóri yfir allt saman það auðvitað en það aldan sem ber með sér allt grjótið, allan þaran og veldur tjóninu í raun og vera
eins og Sveinn Erlendsson að lýsa þarna í sópar burtu vegum og já, og eyðileggur þessa flóðagarða sko. Já, svo það, já. Þannig að síðan tökum við sko inn í þetta loftslagsbreytingarnar að þar í þessari samantekt Veðurstofunnar frá því núna áramótin þá búið að áætla það að með að gefnum ákveðnum forsendum að þá muni sjávarborðshækka að meðaltali einmitt á Álftanesi það bil 45 cm frá árið 2100 miðað við tímabil 95 til 2014 45 cm hækkun, það er eitthvað svona sko sem það á meðaltali og það er hækkun sem að verður aðalega vegna þess að með hlýnun jarðar að þá hittnar líka yfirborðslögin í sjónum og við það þá verður útþensla, varmaþensla og sjávarborðið lyftist. Það er sjávarborðshækkun vegna varmaþenslu. Ég tek ekki inn í þetta sko hinatöluna sem hærri, 20-25 cm hærri sem að gerir þá líka ráð fyrir umtalsverði bráðnun ískvelana. Sérstaklega á Suðurkvelslandinu sem myndi hafa áhrif hér hjá okkur, það dótti flókið samspilað. Þó að við séum með Grænlandsjökul hérna sem næstan nágranna þá veldur þyngdarafl hans eða togi frá honum því að sjávarstaða verður ekkit endilega há hér vegna bráðnunar hans. Ég ætla ekki að fara í það að útskýra það hér. Nei. En samt sko bráðnun jökla hér. Jú. Til dæmis Vatnajökull. Já, þetta bráðnun jökla hér bara dropi í hafið miðað við hvað sko losnar mikið ís á stóru meginhvelunum sko. En ég held að sko, ég hef ekki að lesið eða talað við að sko til dæmis í Hornafirði sem nú sko erfið innsigling að landi sé raunlega lyftast þar. Það er rétt og það er einmitt út af því að landið að léttast vegna þess að jökulfarginu jökulfargi fyrir minkandi og það er ekkert sem að gerast núna, það er búið að gerast um aldir, alveg frá lokum síðust ísaldar og svo núna er komið nýtt skot í jöklabráðunum á síðustu áratugum sko. Og þannig að landið þar er að lyftast og það er nýtt land að koma í ljós og á sama tíma þá hefur landið verið að síga sko vestanlands það er svona við getum sagt að það sé hægfara að sporreisast en ég get ekki betur síði í þessari nýju skýrslu Veðurstofunnar það sem er verið að vísa til nýrra mælinga af þessum landhæðabreytingum suðvestanlands að landsíi þar hafi hægt á því og það ég full stöðvast á síðustu áratugum þannig við erum þá bara að glíma við sjávarborðshækkunina og það eru sko strandverkfræðingar sem eru að spá mest í þetta, þeir vinna á vegagerðinni sem var gömlu siglingamálastofnun sem var saminuð vegagerðinni og þar er meðal annars gert sko segir eitt strandverkfræðingar þar sem vann sko reyndar sjálfstæða rannsókn sem ekki kannski hluti af áliti vegagerðarinnar það sem að var að velta fyrir sér lágsvæðum og viðmiðunarreglum fyrir landhæð að þá segja hann þar sko að út frá tíðnigreiningu flóðahæða með mælingum í Reykjavík þá megi gera ráð fyrir að flóð sem við núverandi afstöðu lands og sjávar reiknast hafa endurkomutíma 100 til 200 ár að það muni hafa 2 ára endurkomutíma ef að sjávarhæðin hækkar 30 cm. Það munar svo mikið þessa auknu sjávarhæð hvað varðar þessa náttúruógn sem er flóðahættan. Þannig að Garðabær er búinn að setja það inn í sitt aðalskipulag að gólfkvóti út á Álftanesi er 5,2 metrar. Það er bara mjög nálægt áallari flóðahæð á Básendaflóðinu, gott þess að tilvílun eða ekki. En það þýðir það sko að ef menn byggja þessu lágsvæði að þá þarf að setja svakalega púða undir öll hús, malarpúða og þetta breyta í raun og veru öllu landslæginu þetta. Og þar fyrir utan að þá er ekkit víst að væntanlegir kaupendur þarna séu meinuna tryggingar fyrir því að fá tjón bætt eða verða fyrir einhverju frá sjónum og ég fletti hérna upp á frétt sem var í RÚV bara núna í febrúar þessu ári þá var talað við forstjóra náttúruhamfaratrygginga hana Huldi Ragnheiði Árnadóttur og hún segir bara þar í þessu viðtali þau eru dálítið erfið þessi sjávarflóð þegar eignir eru komnar alveg niður í fjöruborð getum við sagt og byggingarefni taka ekki mið af því hvar þær eru staðsettar þá eru þar mun næmari fyrir tjónum en annars
það segir sér sjálft að sameiginlegu sjóðir, þeir sem ekki ætlað að standa undir því að skipulagi sér teygt alveg út á ystu nöf vegna þess að það megi ganga út frá því að bætur verði greiddar út úr þessum sameiginlega sjóði okkar sem mjög mikilvægt að sé til reiðu vegna eiginlega náttúruhamfara. Það gerast kannski á 20 eða 100 ára. Þannig að hún með þessu að segja að það sé ekkert sjálfgefið að náttúruhamfara trygginga greiði tjón sem verði vegna sjávarfalla. Þegar menn, í talunum þegar menn að byggja í dag þegar menn hafa alltaf þessa vitneskju, allt annað sem á við 50 eða 100 ára byggð eins og til dæmis á Akranes eða Flateyri. Það sem menn vissi ekki betur þegar menn byggðu á lágsvæðum. Já. Þannig að þetta samt sem áður, þá er þetta komið í aðalskipulag ekki? Þetta sko komið staðan í skipulagsmálum Garðabæjar þannig að þetta er auglýst aðalskipulag og það hefur ekki verið staðfest og síðan á grundvelli þessa aðalskipulags að þá kynna með deiliskipulag með afstöðu þessara húsa og það er þá sem að vegagerðin sem að fer með hafna- og sjóvarnarmálin kemur að þessu með formlegar athugasemdir. Ég veit að Garðabær að ræða við Veðurstofuna eitthvað þetta og svo skipulagsstofnun líka á eftir að veita sitt álit. Þannig að ég held svona miða við ef maður skoðar þetta málun í kjölin að þá þetta eiginlega bara vitleysa og ég held að þetta verði aldrei samþykkt, þetta fara aldrei í gegn þannig að menn eru þarna að sóa bæði fé og fyrirhöfn í að gera eitthvað sem að verður held ég ekkert að veruleika nema menn alltaf tegja sig eins og sé út á ystu nöf. Já, en þú bendur á það vantar ekkert byggingaland á Álftanesi? Nei, það vantar ekkert byggingaland í Garðabæ, það er nótilega byggingaland. Maður myndi skilja þetta betur ef þetta væri síðasti bleðvillin sem hægt var að byggja á í Garðabæ En það bara ekki og það meðal annars að meira segja landa á Álftanesi sem ekkert á flóðasvæði og stendur miklu betur á sér. Og ef við taljum Garðaholt til Álftanes en það gerir það, þó að sé ekki gamla Bessastaðareppi, þá þar feiki mikið byggingaland og annars staðar í bænum þannig að þessuna skilum aður þetta ekki, það hægt að koma alveg fyrir golfvelli þó að þurfa að tína honum grjót á hverju voru og þá þetta að spila golf þar á sumrin. Það enginn þar í stórbrimmi og Nei, það er enginn að spila golf á veturna, allavega ekki í þessu veðri sem en þess vegna finnst manni þetta dálítið undarlegt en auðvitað það þannig að það er einhver öfl sem að sækja það mjög stíft að selja þarna lóðir ég held að það sé alveg svona drifkrafturinn í þessu. Það drifkrafturinn í þessu og ég man eftir því þegar að ég sat í bæjarsund Garðabæi fyrir margt löngu aldamótin þá var nú í land þarna sem heitir Selskarð, það sem að nesið mjóst og var hluta til var það í Garðabæ og nú þetta allt saminað í einu sveitarfélagi og þar voru eigendur Selskarðs, þeir voru að sækja frekar stíft á það að fá að nýta þetta land sitt og því var alltaf svarað að hálfu bæjaryfirvalda að þetta væri flóðasvæði, það kemur ekki til greina þó stendur Selskarðslandið ef eitthvað þá hærra en þarna þetta út á Norðurnesi og þá var þetta bæjarverkfræðingur Eiríkur Bjarnason, hann stóð mjög stíft á þessu og allavega ég studdi hann í þessar afstöðu alveg klárlega. Það var þá en þá voru menn að velta þessu alvarlega fyrir sig bara strax á fyrstu stigum málsins. En þið eru búin að tala veður og hafið svona mikið hér áður fyrir þá þessi landsins forni fjandi hafísinn, nú þetta mjög fátýtt, þetta eitthvað sem bara fer að heyra sögunu til? Þú vildu fara að tala eitthvað allt annað? Já. Hvað ég þér að vera? Nei, ég bara, nú erum við bara hættir að tala þetta sveið og nú erum við að fara að tala hafísinn. Já, það er bara upp í mig gamli sjómaðurinn. Já, það eru orðnir ansi margir áratugir, sennilega einhverju 4 áratugir síðast var landfastur ís hér á Íslandi og auðvitað þegar tíðin var kaldari og vorum í þessari svo kalluðu litlu ísöld eins og hún kalluðu sem að lauk það bil aldamóti 1900 þá var miklu meiri hafís á norðurhjaranum og þurfti miklu minni frávik í vindum til þess að bera hann hér að en hann hefur rýrnað mikið og eiginlega bara mjög mikið þannig að það er miklu minni ís að koma á Íshafinu og minni ís hér í Austur-Grænlandsstraumnum en var áður og ég kalla þetta stundum kuldaveituna úr norðri og hún hefur rýrnað þannig að það hefur haft það í för með sér að það er ekki bara það að hafísin ekki að valda hér óskunda heldur norðanáttin líka ekki eins köld og var áður. Já, þá ég fyrir fórsar. En
Sko sem sagt einhver staðar eru við að storka á lögunum ennþá en þú segir þessi áður vissu fólk ekki. Nei, áður fyrir vissum en ekki þessa hluti eða lifðu kannski með því að taka alltaf áhættu. Þekkt þess að dæmið úr snjóflóðunum bærin á Norðureyri gengt Suðureyri Súndafirði. Það sem menn byggu undir mjög virkum snjóflóðafarvegi og hlóðu bara stefni á húsi til þess að kljúa flóðið þegar það kemi. Þá voru menn tilbúinir að búa við þá áhættu. Og auðvitað þeir sem byggu á Breiðabólsstöðum í gegnum aldirnar, þeir vissuðu þetta af þessari flóðahættu og þeir aðlöguðu sig aðeinu með því að byggja húsi sínu upp á hæstu hæðunum og vissu það að hún væri til staðar. En í dag þegar við getum gert og auðvitað byggum menn á Breiðabólsstöðum vegna þess að þetta var svo mikið sjósókn og góð mið þarna rétt úti fyrir. Þetta var ein besta jörðin á Suðurnesjum eða hérna á Innnesjum, Suðurnesin nú fyrir sunnan, ég hérna sett við Faxaflóan til sjósóknar. En núna vitum við betur og við getum valið okkur svona hluti að snúum okkur aftur að þessu að við eigum ekki að þurfa, eins og við kallaði í greininni, að setja upp einhverjar hollenskar flóðavarnir. Rándýrar hollenskar flóðavarnir til þess að geta búið ágætlega. Þegar við eigum nóg annað land. Og það sem ég auðvitað kannski sé fyrir mér að geta orðið, segjum svo þetta færi í gegn, þetta byggt allt saman á einhverjum svona búðum hærra uppi til þess að það myndi ekki flæða vatn inn í húsin. Og íbúarnir eru komin hérna inn og svo verða einhver flóð eða einhver ógn og þá vilja menn bara fá garð fyrir utan, bara brimvarna garð til þess að verja byggðina og að ríkið bara borgi og brimvarna garður kostar mikið, hann kostar einhverja milljarða, ég fylg 10 milljarða og hverju var að kosta til, hvað var að kosta mjög til. Við byggjum svona brimvarna garða til þess að verja hafnir og hafnaskilyrði og draga á hættu í innsiglingu en þegar við eigum kost á að byggja annars stáð og þurfum ekki að storka örlögunum ef þá kostar svona miklu til. Einhverju þurfa það, sko. Einhver stað kemur upp að við það. En þetta skil ég vel að fólk vilji búa á fallegum sjávarlóðum, þannig það líka á Flórida, á fellibílaslóðunum að þó að komi fellibilir og eyði húsum sem eru reyndar ekkert byggður úr varalegum efnum, þá komum við bara strax aftur og byggja nýtt. Þá getur það að fer aftur. Sjórinn illandi. Algjörlega. Einar, takk að mikið vel fyrir komuna. Takk. Og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Já, komið sælblessuð, þá komið að því að við bjóðum hér upp á reynslubolta og reynsluboltar eru svona þáttur þar sem við fáum til okkar gesti sem eru svona komnir af táningsaldri, skulum við segja. Ræðum fréttir og þjóðmál líðandi stundar. Það ekki fullar heimtur enn sem komið í þessum þætti. Það eru komnir 2 reynsluboltar af 3, sá 3. á leiðinni. En Páll Valur Björnsson, vertu velkominn, fyrrverandi þingmaður og skólamaður í dag og grindvíkingur, ég ætla ekki síst að ræða við sem slíkan. Og Guðmundur Andri Tórsson, rithöfundur, fyrrverandi þingmaður, einnig. Hann Gísli Tryggvason kemur hérna eftir kannski 10-15 mínútur lögmaður. Hún seinkaði aðeins í umferðinni. En ég held við munum ræða ESB og hérna ESB umræðuna. Og ég held við munum ræða sveitstjórnarkosningarnar framundan og ýmislegt fleira. Ég ætla að byrja á Grindavík. Við höfum svona fylgst með því núna í vikunni að það takast á þessi einhvers konar tvenn sjónarmið. Einhver hluti fólks og embættismanna segir það ótímabært að hegða uppbyggingu í Grindavík þannig að
við förum bara strax að kveikja á grunnskólunum og hefja kennslu, en annar hluti segir það verður engin uppbygging í Grindavík nema við förum bara strax að kenna og allt það. Hvar stendur þú í þessu máli? Já, þetta er náttúrulega málefni Grindavíkur eru gríðarlega flókin. Já. Og hafa verið það alveg frá upphafi. Já. Og það er að segja margt það sem gert hefur verið og hvernig það var gert og annars á myndi göttunum, en ég er komin á þann stað í dag, ég var mjög skeptískur og allt hérna fyrst, vildi bara loka og því maður var alltaf að pæla í fólki sko, hvort það er engin slys á fólki og eða þannig, og maður var svona miklar áhyggjur af því að þetta væri bara alls ekki búandi þarna sko, sem að var kannski á tímabili, en nú eru 2 ár liðin rúmlega síðan þetta gerðist. Og afstæðan mín gagnvart þessu hefur náttúrulega breyst mikið og bara eftir því sem ég er að fylgjast með því sem er að gerast þarna, þá breytist það og núna bara má segja 2 ár hefur ekkert gerst í Grindavík, ekki jarðskjálfti, ekki eldgos, öll eldgosin sem hafa öll verið á Sundhnúksgígaröðinni sem er nokkra kílómetra norðan við Grindavík og það hefur í rauninni aldrei þurft að rýma þó þessi gos hafi komið. En það er náttúrulega varúðarráðstafanir sem eru gerðar og almannavarnir segja til það, en í rauninni hefði aldrei þurft að rýma þegar það var ekkert að gerast inn í Grindavík, ekki neitt. Og núna það sem hefur verið að gerast þessi 2 ár síðan það gerist, það hefur bara verið uppbygging og það hefur verið að fylla í sprungur og það hefur verið að lagfæra bæinn og það hefur búið að girða af öll hættuleg svæði, það hefur búið að rannsaka þetta svæði alveg gríðarlega mikið. Ég held að ekkert svæði á Íslandi sem ég vil rannsaka eins og Grindavík í dag og vissulega er menn hrættir með börnin en að sé ótímabært og ég var náttúrulega að lesa þessa rammaáætlun sem kom frá Grindavíkurnefndinni og sem er svona leiðarvísir til uppbyggingar á næstu árum og mér finnst þetta bara fín skýrsla og góð áætlun að mörgu leyti, en þarna var kannski það sem að sló marga Grindvíkinga mest var það að það er ekki mælt með því að verið það við skólastarf. En bæjarstjórnin núverandi er þegar búin að ráða skólastjóra og er búin að taka þá ákvörðun að reyna að hefja skólastarfan í haust. Og sko frá mínum bæjarstjóra er ekkert sem mæli gegn því. En er ekki uppi svolítið einkennileg stað, Árni Þór, formaður Grindavíkurnefndar, hann leggst gegn því, bærinn er á fullu, hver verður niðurstaðan? Hver mun ráða? Hann segir það sjálfur í viðtali í Kastljósi bara fyrir 2 dögum síðan að það er náttúrulega bara bæjarstjórnar. Nú að fara að kjósa nýja bæjarstjórn eftir mánuð, það er bara mánuður kosningar í dag og nýja bæjarstjórnin hlýtur bara að taka ákvörðun það hvernig það á að vera. Það er bara þannig, en Grindvíkingar líka átt að segja á því að þeir fara ekkert að byggja upp bæinn og í næstu framtíð nema með hjálp frá ríkinu sko. Og það sem ég vildi leggja mest áherslu á núna ef ég var í Grindvíkingur, það var bara að það eru búin að vera margar háværar raddir í Grindavík sem mér hefur ekki hugnast í hvernig orðfærið þeir nota og annað, hvernig þeir tala embættismenn og annað, það sem ég veist algjörlega fyrir neðan allar hellur, það er bara mín skoðun, en nú finnst mér bara menn þurfa aðeins að slaka á, draga andan í kviðinn og skoða þetta skynsemi til framtíðar. Sko, ef við horfum á þetta, eins og ég sagði það er ekkert gerst inn í Grindavík í 2 ár, ekki jarðskjálfti eða neitt. Og ég fer reglulega inn í Grindavík og vissulega hefur bærinn á látið á sjá, en það er fólk sem er búið að vera allan tíman, það eru fyrirtæki á fullu hana, það er með að ný fyrirtæki farið að starfrækja sig hana, eins og Vik Nord og Neskja og Grindavík, útgerðarfyrirtækin eru búin að vera á fullu eins og Vísir, er búin að vera með starfsemi hérna nánast allan tíman, þeir þurftu tímabundið að fara annað, en þeir eru búin að vera nánast allan tíman síðan og bara til að segja ykkur eitt, þá var ég, sko í dag er Grindavík þriðja hæðst í því hvað er landa þorski á þessu landi, á þessu ári, fyrstu 3 mánuði ársins. Við erum í 3. sæti í Grindavík sko og það segir það að það er bara allt á fullu þarna Þorbjörn sem skipti sér reyndar upp í 3 fyrirtæki, þar landa báðir fiskstjórnir hjá þeim, þetta eru 3 fyrirtæki, Ganti Seafood sem er einn angi af Þorbirni, er með ísfisktogara og þeir voru að stofna og setja í gang fiskvinnslu. Þannig að það er allt á fullu þarna í rauninni að þessum fyrirtæki sem eru þarna, eins og Vélsmiðjan og ég get talið fleiri, Papas er búin að vera opinn Papas veitingastaður er búin að vera opinn nánast alveg frá rýmingu sko, þeir eru svo grjótarðir þeir 2 sko, en hafa haldið opið og svo nýbúið opnað litla verslun, þannig að það er allt að gerjast þarna og ég get ekki séð neitt í því fyrirstuð að fólk taki ákvörðun það sjálft, hvort það vilja búa þetta eða ekki. En þetta gæti verið flókið út á húsnæðismálum, ég meina það er eitt sem að
kannski hefði mátti vera búið að laga og gera einhverja áætlun að Þórkatla hvernig ætlaði þeir að gera þetta. Þess að, ég held að það verði kannski erfiðasti parturinn að þessu, það er þessi húsnæðismál og það þarf að leysa þau fljótlega. En bæjarstjórnin bara, hún tekur ákvörðun það, verður skólahald í haust eða ekki og það er enginn sem getur stoppað það ef hún ákveður það. Segjum að ég hafi ákveðið að flytja frá Grindavík og ríkið hafi kiftað mér fasteignina á 100 milljónir og svo hafi ég núna ákveðið að flytja aftur til Grindavíkur og ég geti fengið húsið mitt. Hvað mun það kosta mig? Sömu 100 milljónar eða? Ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Ég held að langflesti sem fluttu bara þurftu að kaupa sér aftur húsnæði fengu, seldu og það sem það áttu var að fara bara í útborgun og nýju húsnæði. Þannig að eins og ég sagði í byrjun, þetta er gríðarlega flókið dæmi og sérstaklega með þessi húsnæðismál en Þórkatla verður að einhvern veginn að í samvinnu við yfirvöldi Grindavíkur. Ég vil bara leggja áherslu á það að það verða grindingar að vera allstaðir í forsvari því sem það á að fara að gera í samvinnu við ríkið, ég er alveg sammála því en grindingar eiga að vera í forsvari og það sem kannski hefur verið mest deilt á í þessu ferli öllu er það að grindvingar hafi ekki verið nógu mikið hafðir með í ráðum. Eftir ég lesa þessa skýrslu þá verðist það nú ekki vera alveg rétt vegna þess að samkvæmt henni er búið að hafa mikið samráð og við alla aðila en ég vona bara eins og ég sagði hann bara menn setjist niður, slaki aðeins á og snúi bökum saman og vinni áfram út frá því. Já, Guðmundur Andri, sumir íbúar Grindavíkur sem hafa komið hingað sem gestir á rauðaborðinu, þeir hafa einmitt talað eins og Páll Valur Rösluður tala sukkið hjá ríkinu, allt of lítið tillit tekið til óska Grindvíkinga en þetta er alveg rétt að við sáum náttúrulega hlutina fyrir okkur með í rauninni allt öðrum og skuggalegri hætti þegar við vorum að bregðast við heldur en horfir í dag, ekki satt? Jú, mér finnst alveg makaljóst að fylgjast með þessu ævintýri sem að hefur verið þessi endur uppbygging á Grindavík. Maður átti eiginlega ekki von á því að það myndi gerast. Maður sá eiginlega ekki fyrir sér að byggð þarna ætti sér viðreisnar von en svo kemur á daginn að það er nú aldeilis öðru nær og það er einhver alveg óskaplegur kraftur þarna í fólkinu og gleymum því ekki að fyrir þessar hamfarir þá var Grindavík alveg gríðarlega mikil verðmæta sköpun sem átti sér stað í Grindavík og kannski bara eins og allra mesta í landinu. Bæjar svo skuldaði ekki neitt var það? Nei, og allir þarna alveg velríkir og það hefur verið gaman að fylgjast með þessu og auðvitað óskamaðu þess að bærinn muni bara eiga eftir að blómstra og allt verði gott eins og fyrir en það rifjaðist upp bara fyrir mér við höfum verið að gera svona rannsóknir og skipa nefndir til þess að fara yfir það hvað gerðist þegar að snjóflóð urðu fyrir vestan og hvers vegna ríkti slíkt andvaraleysi gagnvart þeirri vá sem að svona eftir á að hyggja virðist hafa verið einhvern veginn hefði átt að blasa við þeir sem að með völdin fóru þarna og þeir sem að hefðu átt að vera í viðbragðsstöðu en gerði það ekki og fólk hefur verið látið sæta ábyrgð út af því og þar frá með göttunum og ég held að allur sá prósess eigi kannski að kenna okkur að hlusta á vísindamenn að láta það sem vísindamenn segja pínlandi ráða för frekar en óskhyggju okkar og hversu göfug sem hún kann að vera og hversu svona mikla stoð sem hún á sér í veruleikanum en ég held að það verði alltaf að láta vísindamenn eiga síðasta orðið það hvort að það sé hættandi á starfsemi á borð við skóla og þar eigi að láta náttúrulega vafan vera barnanna megin. En í þessu tiltekna máli hefur það ekki einfaldað málið að vísindamennirnir hafi ekki verið alveg sammála Grindavík og það kom á daginn hjá Þorvaldi Þórðarsyni við þetta borð og þá ruddi hann sig
og hann sagði hérna frá því í fyrsta skipti að hans skoðunum væri haldið utan jarðfræðingaborsins. Það var orðin einhver jaðarskoðun, þeir vildi ekki lengur hérna hafa hann í ákvarðantökum framhaldið og það kom á daginn að hann ásamt Ármanni hérna, já, að þeir vildu einmitt sko ganga hraðar til móts við uppbyggingu í Grindavík heldur en aðrir jarðvísindamenn. Ég mani því, ég kom hérna í þátt þar sem hann var. Og var að ræða þessi mál og þetta var bara ekkert löngu eftir þetta fór að gerast. Þá lagði ég þar til sko að hérna í svona, við Íslendingar erum bara þannig einhvern veginn sko. Við erum alltaf einhvern veginn að bregðast við hlutum í staðin fyrir að vera búin að gera þetta hérna fyrirfram, forvarnir og plön, hvað gerist ef þetta, hvað ég var að gera. Og það eins og með þetta, ég meina það Veðurstofan sem með jarðfræðinga og annað þar, síðan það háskóla samfélagið. Þetta á bara að vera. Það bara eitt ráð hérna og ég sagði þetta var, sko, það hefði verið langbest að hafa bara ein stofnun sem sér það að koma með fréttir það, jarðvísindamenn og aðrir, það sem hafa verið kallaðar á borðinu, menn eins og hann og Ármann og fleiri, það var einhver hérna gamall, ég man ekki hvað hann hét þarna, þekktur jarðfræðingur, jarðvísindamaður út í heimi sem var kominn til viðtali Náttslopp og sagði að þetta væri búið sko, löngu áður en að hætta að kjósa sko, en ég meina þetta voru bara misvísandi fréttir allstað frá vísindamönnum, þessi sagði eitt, Ármann kom og sagði annað, síðan kom Veðurstofan og þá, veist, þetta var alveg kaotískt sko, í staðin fyrir að vera bara með eina stjórn á þessu og hérna, veist, það var eitt af því sem ítti svona undir ótta og hræðslu hjá manni, það var þessar, þetta bara, nú skæin vaknaður og hann mun gjósa og það mun vera allt vitlaust í næstu 50 til 100 árin og maður byggði svolítið afstöðu sína á því, en svo hefur bara komið í ljós núna að þetta náttúrulega, það gaus þarna og þessi hérna varnagarðar sem náttúrulega bara algjör tregvirki, sko, stórvirki sem að sýndu fram á það er hægt að gera það eins og Guðmundur nefnir á hann að Grindavík á sér lífsvon út af þessum varnagörðum, algjörlega sko. Við megum einmitt ekki gleyma því hvaða voru unnin mörg afrek til að koma í veg fyrir stórkostlegan skaða, samanber smíði þessara varnagarða, hvernig menn unnu dag sem nótt, mánuðum og misserum saman sko. Þarna voru unnin mörg stórkostlega afrek og það var náttúrulega mjög óheppilegt að það skildi vera þessi svona togstreita meðal jarðfræðinga þetta þeir skildi ekki svona reyna að útkljá sín mál svona meira svona í sinn hóp áður en þeir fóru að rífast á opinberum vettvangi og það var mjög óheppilegum tíma og þar var svona einhver styrni og þvergerinsáttur sýndismanni á alla bóga og það var mjög slæmt. Þetta það svo mikið í húfi. En þetta hefur einhvern veginn laðað fram alltaf besta og göfugasta í mannskepnunni sko, þessi átök öll og þessar náttúruhamfarir, samstöðu og skilning og allt það, en líka svona náttúrulega út af sársaukanum og út af því hvað þetta skalanum, það náttúrulega eiga menn Grindvíkingar ennþá bara mjög erfitt með þetta. Ég get alveg sagt ykkur það hér við þetta borð að síðustu 5 ár hafa verið bara nánast helvíti. Því að þrátt fyrir að sko, það gerist 2023, þessi rýming, þá vorum við búin að vera að standa í jarðskjálfta látum alveg í 2 ár áður sem komu ofan í COVID líka, þannig að þessi síðustu ár hafi verið gríðarlega og ég tala bara út frá sjálfum mér, ég þurfti bara að sækja sálfræðing og það ótrúlega margir sem hafi kannski þurft að gera það en hafa ekki gert það en sko það sem maður hefur lagt mest áherslu í minni fjölskyldu það að hlúa að barnabörnunum mínum og styrkja þau og að því að talandi börnin og annað að ég vissum þau myndu spyrja öll börn í Grindavík hvar þau vildu vera Grindavík myndu öll segja og það vill nú þannig til að elsta barnabörn 11 ára í dag og hvar heldur hann vilji halda afmælisveisluna sína í Grindavík og hún verður haldin þar á laugardaginn sko. Og það bara þannig börn vilja og þeir strákarnir mínir þessi 2 sem eru áttu heima í Grindavík og búa núna niður í miðbæ eða út í Skerjafirði og stundar nám í Austurbæjarskóla og bara eru gríðarlega ánægðir, gengur vel, þeir eru í val og það allt gott en Grindavík fer aldrei á huga þeirra. Það alltaf efst í huganum með Grindavík sko. Það alltaf gott að vera í val líka. Já, ég fór að náði hann að körfuboltaæfingu í gær, það var að mestu Grindavík í pakk og fyrir á valsæfingu sko. En börnin vilja vera og það mikið af fólki sem kemur heim helgar, það með hotviðarsamning og það verið að halda veislur og ammæli, ég var í ammælisveislu síðustu helgi og það gríðarleg stemming og eins og hann segir Guðmundur sko, það gríðarleg þrautseigja í Grindvíkingum
En við verðum líka að passa okkur að fara ekki fram úr okkur. En ég held núna að það bara bæjarstjórnar að taka ákvörðun framhaldið, en líka kannski hvað varðar uppbyggingu og fjármagn og annað til þess að fara af stað, það verður náttúrulega að vera í miklu og nánu samstarfið ríkisvaldið vegna þess að Grindavíkurbær byggir sig ekki upp einn. Já, mér finnst full ástæða til að við höfum varið góðum tíma í þetta umræðefni. Gísli Tryggvason, vertu velkomin til okkar. Takk fyrir geði. Nei, ekkert mál. Við vorum að ræða Grindavík. Já, mér finnst bara gott sem að Páll segir að sko, ef maður, ef fólk þarf sáluhjálp, þá ferða bara til prests eða sálfræðings, sko. Alveg sem menn fara til fótaaðgerðafræðings eða lungnalæknis eða þurfa þess. Já. En þarna reynir kannski á svolítið, sko, grundvallaratriði í, sko, mannlegu samfélagi. Er það fjölskyldan sem á að ráða hvar hún býr? Er það bæjarstjórnin eins og Páll nefnir? Er það ríkisvaldið? Það er svolítið erfitt viðfangsefni, fer meðalans eftir í hver borgar brúsan, sko. Já, einmitt. Ég ætla að fara af Suðurnesjunum í aðdraganda sveitarstjórnarkosninga með ykkur. Mogginn segir frá því í dag, forsíðu frétt vísaðinn á blaðsíðu 4. Flokkur fólksins sýni öðrum hroka. Skaðar framboði, segir prófessor í stjórnmálafræði. Það vitnað í Birgi Guðmundsson vegna þess að það var kannski einhverju miskilningur eða ég veit það ekki á milli kosningastjóra flokks fólksins og oddvita í Reykjavík það að oddvitin samkvæmt fréttum Moggans fekk bara heyra það í Silfrinu að hann hefði afþakkað boð þegar þið rétt að var að hann fekk aldrei að vita það að hún var í boðið og svo hefur verið mikil umræða það hvort Heimir Már fyrir hönd flokks fólksins hrokafullur maður og af því að hann sagði að hann hefði ekki viljað að senda fulltrúan í þennan félagskap sem þarna var og var þar ekki verið að vísa til spyrils. Þetta eina mörgum fréttum flokk fólksins núna síðustu daga. Önnur Inga sem að gerir allt vitlaust á þingi kennara í gær Sæland þegar hún fer að tala að hún vilji sjá tölur í grunnskólanum en ekki liti eða aðra einkunnagjöf næsta vetur og margir reiður og ennþá er mikil reið út í Ingu vegna þess. Guðmundur Ingi, hann hætti bara og hætti í flokknum. Hann bara allt í einu farin úr flokknum, varaformaðurinn. Enginn veit almennilega af hverju, hann talar persónulegan trúnaðarbrest og mér langar að varpa svona því hans fram við ykkur spurningunni af hve miklu leyti flokkur fólksins sjálfan sér verstur núna og þannig að geti mögulega skekið ríkisstjórnina eða af hve miklu leyti þetta bara frétta vilji hægri sinnaðra fjölmiðla sem að vilja djöflast í flokki fólksins og helst koma honum á kné og eyðileggja ríkisstjórnarsamstarfið hamast í veikasta hlekknum eins og margir stjórnmálafræðingar hafa oft sagt. Bara byrja á þér Gísli, þú sagt minnst. Já, ég held að þetta tvennt sem þú nefnir og kannski það þriðja í viðbót, það í fyrsta lagi íhaldspressan að reyna að níðast á veikasta hlekknum sem auðvitað flokkur fólksins, hann minnstur og nýjastur. Svo öðru leyti bara óhuppilegt dómgrindaleysi, heyrist mér hjá Heimi Má og Ingu og Guðmund Inga. Það sem að veit þessi mál sem hafa verið að koma upp, það bara dómgrindabrestur og svo kannski það mikilvægast að finnst mér að þegar nýr flokkur stofnaður og aðeins farin að þroskast, þá þarf hann auðvitað að undirbyggja svona lýðræðisgrundvöllin. Við þekkjum það frá Framsókn held ég og Sjálfstæðisflokknum og Samfylkingunni, svona þessu rótgrónu kerfisflokkum, að þar hvað sem mannum finnst þá, þar svona stofnanaminni og fulltrúaráð eða aðhald og það sem kallaði bara checks and balances í stjórnarskrám. Þetta vantar oft í svona einsmannsflokkum eða einsmálefnisflokkum og nýjum popúlistaflokkum. Flokkar og flokkfólksins sem popúlistaflokk? Já, kannski svona pínu, en síðan þetta bara vandamál mjög víða. Þetta vandamál í nýjum flokki í Danmörku sem komst inn á þing nýlega með 4 þingmenn og hann strax bara nokkrum dögum múin að helmingast. Það 2 gengnir úr honum út af einhverju klúðri og miskilningi og spillingu, sko. Og það meðalans að því að það bara allt og lítil
stofnana minni og svona lýðræðis grunnur. Menn eru kannski bara ákveða sín mál og sín kjör og sína stöðu svolítið sjálfir. Það vantar upp á þetta aðhald og þetta er bara grundvallaratriði í öllum félagasamtökum að það sé, menn sé ekki höndlum eigin mál og það sé umræða og lýðræðislega ákvarðanataka og það er ekkert mál að semja svoleiðis samþyktir. Það bara klikkar stundum að gera það í upphafi. Já, þannig að þetta er svona blanda á hvoru tveggja. Já, þessu þrennu myndi ég segja. Já, á þessu þrennu. Já, dómgreindarleysi, íhaldspressa og lélegur grunnur og stofnana minni. Að hluta til geta þau sjálf og sér kennt. Hver er þín sýn á þetta? Mér, ég alveg satt best að segja, þá hef ég lítið verið kannski ekki lagt mikla áherslu að fylgjast með pólitík undanfærin mánuði vegna sem ég bara, hún hefur verið svo hrottanlega leiðileg og það er bara, maður bara fórnar höndum og ég er bara að þakka Guði fyrir að vera ekki inn á þingi vegna þess að þá væri maður sennilega bara að tapa glórunni í alvörunni en reyndar með flokk fólksins ég man eftir að Inga stofnaði flokkinn og kom inn með miklum eins og hún kemur fram og var við fórum saman í sjónvarp, þá var ég í framboði fyrir Bjarta framtíð og þegar hún kom fyrst og hún var aðalega að fara að berjast fyrir börnin okkar sem áttu ofboðslega erfitt og í samfélaginu og það er náttúrulega alveg vita mál að það eru mörg börn sem að búa við þröngan kost og ég kynnti mig á og ég kynnti mig og sagði að þú þekkir mig, hún vissi ekkert hver ég var en samt var ég búin að vera inn á þingi sem talsmaður barna, það var munið eftir því þegar það var skipaði talsmenn barna úr öllum flokkum og ég tók það svolítið alveg alla leið og ræddi rosalega mikið málefni barna og stöðu þeirra og eins öryrkja og þeirra sem að svona höllum fæti standa í samfélaginu og ég man eftir að Helgi Hrafn Gunnarsson, sá góði drengur úr Pírötum, hann tók að saman, hann var mikil svona tölfræði nörd að ég hafði nefnt börn í ræðum mínum í 930 skipti á 2 árum og það, ég tók alltaf málefni barna inn í ræðum mínar en hún hafði ekki hugmynd hver ég var. Mér varst það svolítið fyndið því hún var að fara að berjast til þessi börn og Fyrst að segja einhverja sög persónugerðina? Já, hún náttúrulega Inga og mér finnst ég hef nú aldrei verið neitt óbáslega aðdánd hennar en hún hefur komið með allt öðru sér svona, hvað var maður að segja, hún hefur svona karakter inn í þetta, hún lætur ekkit vaða yfir sig, hún lætur bara vaða á súðum og lætur allt flakkan hana og það hefur stundum verið mjög gaman að fylgjast með henni í umræðu þáttum þar sem þeir hafa setið Sigmundur Davíð og Sigurður Ingi og annað þar sem hún lætur að heyra það það var svolítið fyndið, ég veit ekki hvort að sé eðlilegt inn í þessu geira, en hún Inga og til dæmis í gær á fundinu þá óðum bara á súðum í þessar ræðu fór út á suður, hún var samt með skrifaða ræðu hún ítti henni frá sér bara. Já, hún var með 15 mínúna skrifaða ræðu sem sennilega einhver annar hefur skrifað fyrir hana. Eins og menn gera. Já. Hún náttúrulega lögblind. Já, hún það. Og þegar ég satt á þingi þá flutt hún yfir eftir ræðurnar sínar bara frá brjóstinu. Og hún mjög karismatísk, hún Inga og mér fannst stundum eins og ég væri komin þegar hún var í stuði og hún var búin að tala í sig hita fannst mér eins og ég væri komin á vakningasamkomu og lága ég halleluja sjónvarpsprestur en bara til að klára ég með sambandi við flokk fólksins eins og Gísli nefnir hann skýrir þetta mjög vel út hvernig þetta kannski og til þess að setja upp meðan Guðmund Inga fari ekki inn á umræðu þátt var slæmt örugglega fyrir hann en það sem ég veist kannski athyglisvert við það að hann ekkert látið vita þessu þetta er bara tekið ákvörðun þarna af einhverjum kosningastjóra en samt sem áður þá finnst mér að flokkur fólksins það er búið að vera djöflast á honum alveg endalaust nánar síðan var stofnaður og sérstaklega eftir að hann fór inn í þessa ríkisstjórn þá hafa þeir ekki lynt látum hægra megin og þetta er bara einelti, þetta er ekkert annað en gróft einelti. Já, það er pólitísk ákvörðun að halda áfram með meintan flokkshroka hjá Morgunblaðinu í dag. Það er pólitísk ákvörðun. Það var ekkert sem kallað á fleiri fréttir. Þetta er bara moggin að vera moggin og svona hefur moggin alltaf verið alveg frá því að ég man eftir mér og moggin kom á mitt heimili og svona voru frétturnar mogganum alltaf úr Alþýðubandalaginu og úr öðrum flokkum sem þannig að það er ekkert nýtt og moggin á tímabili þá varð moggin ágætt fréttablað að mínu mati þegar að Matthías og Styrmir stjórnuðu blaðinu en svo hefur
dagblaði síða ógæfilegina síðan. Já. En Inga er sem sagt, já, hún er svona karismatísku leiðtogi og hún safnar í kringu sig fólki sem að kannski hefur dálítið svona sem hún laðar að sér og en kannski fólk sem hefur pínlítið svona ólíkt agenda, sumir koma úr Samfylkingunni og aðrir koma úr einhverjum öðrum flokkum Vinstri grænum jafnvel og svona héðan og þaðan. Fólk með kannski pólitískan metnað en sko við munum ekki gleyma því í sambandi við Moggann og þessa svona hægri menn að þeim mjög í nöp við Ingu Sæland. Þeir eiginlega leggja dálítið fæð á hana sko, held ég eftir Klausturafferuna, við munum hvernig þeir töluðu hana þar og þar voru 2 samflokksmennanar sem þá voru ennþá á þeim fundi og töluðu nú ekki fallega hana og hvernig hún brást svo við í kjölfarið, við munum það að mjög skörulega og það held ég að þeir hafi einhvern veginn aldrei fyrirgefinni, þarna miðflokksmennirnir og það er náttúrulega miðflokkurinn sem að er nú svona kannski, Moggann er kannski frekar málgagn miðflokksins en nokkurs annars þessa myndir sko. En það breytir náttúrulega ekkert að þessu breyti því að þetta eru frekar óheppilegar fréttir. Ég held að hljóta að vera blóðtaka fyrir flokk fólksins að missa mann eins og Guðmund Inga Kristjánsson. Og við skulum ekki gleyma því að sko það er töluvert fall í vinsældu flokksins samkvæmt skoðanakönnunum. Hann hefur mist meir en 50% atkvæðanna og þóttu vísi mjög oft til þess að þau ná alltaf að toppa akkurat í kosningum þá auðvitað hafa þessi áhrif hafa þessi mál haft áhrif. Það hafa það. Og sko þetta er flokkur sem ég held mjög gott sem Gísli var að segja á það sko, þetta með stofnanir minni flokka og svona stofnanir flokka sem að þessir hefðbundnari flokkar hafa sko en er kannski síður fyrir hendi í flokkum svona eins og sem að verða til í kringum tiltekna personur og sko þannig að ég held að Inga ég held nú að Inga muninu klóra sig út úr þessu á endanum sko en flokkurinn er í djúpum vanda. Og það hlýtur að rífa einhverju leyti í samstarfið. Já, ég held bara því miður að sko óbeitin á Ingu eða flokki fólksins sé ekki bundin við einhverja íhaldspjesa. Ég þekki fólk sem er bara sirka í miðju stjórnmálana, eins og kannski Páll, sem er svona vant háttvísi og máleflegum umræðum og þeim finnst stundum Inga ganga og langt í svona það sem kalla má karisma eða bullugang eftir í hvernig maður er stemdur. Ég vil ekki útrýma sko karisma út úr stjórnmálum, þetta með ekki allt vera bara einhver grá jakkaföt. En það verður líka vera aðhald og aðeins minni egoismi. Þetta er svolítið mikið svona ég, eins og Páll var að lýsa. Ég er búin að finna það upp að ég ætla að bjarga öllum börnum heimsins og vita það ekki að einhver annar hefur kannski verið að vinna í því. Ég vissi ekki að því að ég var ekki sérstaklega í þeim geira en manneskja sem að gefa sig út fyrir að alltaf sko finna upp hjólið og vera aðal manneskjan í öllu, það er ekki góður... Smá trömpismi í því, í þessari hugsun. Ég ætla að færa ykkur kraftaverkin. Það er alltaf best að skoða bara árangurinn, sko. Hann er enginn. Ég ætla að spóla yfir vilja kennarana í grunnskólasamfélaginu. Ég ætla bara að segja ykkur hvernig er best að hafa þetta. Þetta er populismi, sko. Hér er einföld lausn. Við erum mjög flóknum vanda og við ætlum að gera það. Ég kom til dæmis ungur maður, löglærður, og vonandi bara ágætlega fær inn í samtök, almannasamtök og var að stýra þeim sem framkvæmdastjóri og ég held ég að staðið mig miklu betur af því að þarna var stofnana minni. Hvaða samtök ertu að tala um? Bandalag háskólamanna. Já. Þá var ég bara innan við 30 tiltölulega nýkomið frá prófborinu og fór að stýra hérna lobbyisma og lögfræði og alls konar vesinni. Og það gekk mjög vel, held ég, meðal annars að því að það var fullt af svona eldra fólki, 40, 50 og jafnvel eldra, sem var með stofnana minni og gaf mér ráð bak við tjöldin og svona. Annars hefði ég sko örugglega farið miklu fyrr og oftar út af brautinni sko. Þetta var bara vel byggð upp samtök með
langa reynslu, góðan grunn, lýðræðislegt bakland og allt svona sko. Já, þetta eru umhugsunarverðir punktar. Úr þessu langar mig að fara yfir í sveitarstjórnarkosningarnar / ESB þjóðaratkvæðis greiðsluna í síðsumars. Gísli, ég sendi þér hérna grein eftir Þorstein Pálsson, baði að rýna aðeins í hana svona út frá sem hérna lögmaður, sem löglærður maður. Hann er að skrifa um hérna þessi mál, hann er hérna annar fræðimaðurinn hérna, hvað heitir hann hérna svo sem að Davíð Þór Björgvinsson skrifaði flotta grein líka. Við erum núna dálítið að rífast um það hvort landskjörstjórn hafi farið offari, hvort það þurfa að breyta orðalagi. Hvað sýnist þér með það ef við byrjum þar? Já, ég var nú svo heppin, ég las grein Davíðs Þór Björgvinssonar, læriföður míns í gærkvöldi. Læriföður þinn? Já, þú veist, hann kendi mér í lagadeildinu og var umsjónarmaður lokaritgerinu minn, þannig að við unnum tölvöld saman. Fyrir hann þetta dómari hjá mannréttindadómstólnum? Já, og ég er mikið álita honum og er auðvitað oft sammála honum. Skólabróðir þinn? Já. Og hérna, ég var bara eiginlega sammála honum, ég náði hins vegar ekki því miður að lesa grein Þorsteins, en ég er nú oft sammála honum líka og ég sá svona fyrirsunni hvað hann var að fjallum að aðalmáli er að þegar sko valdakerfið í þessu tilviki íhaldsflokkar eiginlega hafa skipað árum saman og áratugum saman sína fulltrúa í nefndir eins og landskjörstjórn og jafnvel sko ekki bara kjörna fulltrúa heldur líka þá sem starfa í kerfinu, ég meina lengi vel voru bara allir dómarar og allir sýslumenn og allir forstjórar annarkvort í sjálfstæðisflokknum eða allavega ekki í einhverjum öðrum flokki eða ná tengdir honum og það eimir enn eftir á þessu og formaður landskjörstjórnar auðvitað bara þekkt sjálfstæðismanneskja og áhrifamanneskja þar þannig að ég tek þessu batteri ekki sem hlutlausu apparati. Kristín Edvald er bara í pólitík. Já, hún hefur verið það og ég bara ég myndi ekki fá hana til að dæma í máli milli sjálfstæðisflokksins og einhvers annars. Ég skil. Þannig að mér finnst hún bara ekki vera hlutlaus. Var hún þá hlutlaus? Mjög klár lögmaður. En var hún hlutlaus til þess að úrskurða í Borgarnesmálinu? Úrskurðaði hún í því? Já, þannig séð. Já. Það er kannski ódjúpt spurt núna. Ég er ekki alveg með það á taktinu, en það er bara, þetta eru álitamál og Davíð Þór Björgvinsson fer vel yfir það að þó að ýmislegt mætti rökræða þá má alveg fara í hina áttinu líka eins og hann gerir í þessu. Ef það má efast hvort að umsókn sé í gildi þó báðir aðilarnir telja hana í gildi, sem bæði Evrópusambandið og utanríkisráðuneytið eða ríkisstjórn Íslands eins og nú er að ef það má efast það, þá má líka efast bara allt, túnlegur rosti, sko. Já, hann segir að hann bara segir að það sé ekki, sko, forsenda, eins og sagt er í hérna hjá landskjörstjórn, heldur það staðreind. Já, einmitt. Og það er munur á forsendu og staðreind. En hann líka bendir á að hérna landskjörstjórn, það er talað í lögum, sko, að fenginu umsögn landskjörstjórnar þá eigi að þá skuli fara í þessar atkvæðagreiðslu. Þar að segja að það er gert ráð fyrir því að landskjörstjórn er þarna bara að fullnægja lögum. Sko. Þetta er ekki ónauðsynlegt. Hún er ekki að taka þetta upp frá sjálfur sér að gera þetta og hann er sjálfur sér ekkert að efast að hérna, það sé faglega að því staðið en hann hins vegar bendir á að hérna, þarna sé kannski verið að gera úlvalda úr mýflugu. Það er kannski annar punktur líka sko, sem að ef við förum að krukka í þetta orðalag og við förum að hérna, reyna að fara fram hjá þessari staðreind að þessar viðræður eru enn í gildi við reynum að fella það úr gildi þá staðreind já þá er eiginlega og ef við segjum já og byrjum þessar aðildarviðræður þá þarf að fara á stað svo mikill prósess innan Evrópusambandins. Það segja þá þarf að hérna, spyrja allar þjóðirnar, má tala við Íslendinga og svo þurfa Íslendingar að gera grein fyrir, þau þurfa að fullnægja alls konar Og það er það sem íhaldi vill, tefja þetta? Já, tefja þetta. Þetta er bara tafleikur, sko, tafleikur.
Já, það fer allur tíminn og öll orkan í einhverja vitleysu. Lagaþras. Já, og það rosalega mikið lygar og áróður og ósvífni, bara svo ég segi það. Kjarni málsins hann er yfirleitt ekki ræddur. Það er rosalega leiðrætt að opna Facebook og nú sko Facebook búin að finna einhverja leiðir til þess að þeir sem að setja mestan pening í að hafa áhrif á Íslendinga og gera það neikvæða þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ESB. Þeir setja svo mikið peninga, ég fæla ekkert annað á fítið frá mér, heldur en neyjara. Og þú veist að segja á þann að þetta væru erfiðir mánuðir að fylgjast með og þú væri fein að vera laus á þingi. Er þessi orðræði ekki hluta af því sem þú ert að minna? Jú, þetta bara algjörlega og við sáum þetta í fyrra í veiðigjaldafrumvarpinu og það bara allt, það alveg sama hvað þegar þessi flokkar eru annars vegar, maður bara skilur, veist, það svo með veiðigjaldafrumvarpi, sko, það var bara, hátti allt að fara hér á annan endan, sko, all útgerðir eiginlega leggjast af og en svo bara árið seinna þá lesum maður bara afkomutölur í útgerðarnar og maður svo, hvað gengur á? Þetta nákvæmlega eins og orkupakki 3 þegar hátti bara, ég man nú eftir formanni bændasamtakana sem var líka formanni garðyrkjubænda á þessum sama tíma, hélt þessa rosa ræðu í ykkur útvarpi eða sjónvarpi að það myndi nú bara, sko, það myndi leggja sér að öll bara garðyrkja ef þetta er í sett. Ég man eftir árið setna hafa búið að bætast við 15.000 fermetrar af gróðurhúsum og maður bara, þetta er öll umráð í Íslandi svona, þetta er alveg með ólíki og því miður og hinn vegi líka, ég meina andstæðingar hvað sé að íhaldsmenn sem voru á móti IceSafe samkomlu, þeir vitna nú oft í alls konar fólk sem að tala Kúbu norðursins og svona þannig að þetta við báða að búa stundum. Þetta er náttúrulega bara með ólíkindin samt hvernig Íslendingar erum, sko, við erum 400 manna þjóð hérna að við getum nú ekki verið, sko, sagnaþjóð. Já, við erum sagnaþjóð. Ég meina en þetta sundurlyndi með hreinum ólíkindum og þetta snýst náttúrulega allt þetta bara eins og Stefán Gunnarsson sagði þetta snýst bara ekki hugsjónir þetta er bara valdaborta. Já, þetta bara snýst grjótala hagsmuni. Já, ekki veitt annað. Þeim sem eiga Ísland, þeim kemur það ekki illa, þeir haldi áfram að eiga Ísland. Já, þeim bara líður best ef allt er upp í loft þessu flokkum. Það er bara þannig, þá gerist ekkert á meðan. Og þá halda þeir öllu sínu völdum og hreiðja taki á öllu, atvinnulíf og öllu og hann nefnir dómskerfið og sýslumenn og annað. Þetta er náttúrulega þannig vilja hafa þetta, sko. Enda var það eitt af því sem að ESB spurði sérstaklega eða benti snemma á í ferlinu þegar þetta ferli hófst. Hvernig eru þau að skipa dómara og gerði athugasemdir við það. Það var náttúrulega búið í algjörum ólestri mjög lengi og var bara mjög þarft að fá það utanfrá en ekki bara frá einhverjum hverulöndum eins og mér að þetta væri nú kannski bara íhaldsmafía en þannig hefur þetta verið. Og gaman hefði nú verið að vera viðstaddur ríkisstjórnarmyndanir áratugi aftur í tíman þegar kom að kaflanum að Sjálfstæðisflokkurinn vildi hafa dómsmálaráðherra. Alltaf dómsmálaráðherra og menntamálaráðherra. Alltaf dómsmálaráðherra. Ég man nú eftir Ólafur Jóhannesinni sem dómsmálaráðherra reyndar. Já, það var einstaka sinnum. Einn og einn framsóknarmaður. Já, þegar ég var laganemi og ritstjóri Úlfs þá skoðaði ég þetta mjög vel, sko, hverjir voru dómarar. Þetta voru allt miðaldra kallar auðvitað, nánast allir úr Reykjavík, annarkvort heildsalasinir eða embættismannasynir eða eitthvað álíka. Og svo kom einstaka sinnum, kannski á 10 ára fresti, þá er ég að tala um Hæstarétt, einn krati eða kratasonur, einn framsóknarmaður eða framsóknarsonur, aldrei allaballi, aldrei kona, aldrei eiginlega landsbyggðarmaður. Og þú veist, þetta er bara kerfið, auðvitað skiptir máli hverjir eru settir í svona nefndir. Þetta er ekki bara ein niðurstaða á einhverja réttarheimildir sem að bara birtast okkur eins og einhverju veffrétt, sko. Og grunar þig að þessi frávik þegar kom einn og einn krati, sko, að þetta væru, þetta hefðu verið einhverjir bitlingar, einhverjir samningar. Já, ég veit mér þessi það bara, ég veit hverjir ákváðu í gamla daga, hverjir akkur það væri gert, sko, en það var einstakasinu sem framsóknarmaður var dómsmálaráðherra og kom fyrir að krati verið dómsmálaráðherra, en það var ekki fyrir Ögmundur Jónasson var dómsmálaráðherra 2010, sko, að það var vinstri maður dómsmálaráðherra, sko. Vilmundur var einu sinni dómsmálaráðherra. Já, reyndar. Og ég veit. Já. Þetta er, sko, maður spyr sig að hve miklu leyti þessi gamli tími ræður enn þarna undir. Við erum með ný stjórnvöld, það var bylting eftir síðustu kosningar, alþingiskosningar en auðvitað malla peningarnir og öflin og völdin þarna undir og stýra mjög miklu
og nú erum við að sigla inn í sveitarstjórnarkosningar og er ekki bara ýmislegt sem að bendi til þess að þessum gömlu valdaflokkum og miðflokkurinn, hann komi bara sterkur inn og þetta muni gamla Ísland muni svolítið treysta sig í sessi núna í sveitarstjórnarkosningunum framöndan. Hvernig líst ykkur á það? Ég veit ekki, sko, sveitarstjórnarkosningar eiga náttúrulega bara snúast sorphirdu og gatnagerð og skólamál og svona þetta sem skiptir fjölskyldurnar máli og sem eru kannski ekki mál sem að esp upp þessar ógulegu tilfinningar í þjóðurnismálum og þvílíku eða í kultúrstríðunum, en það er alltaf verið að svona reyna að fá okkur til þess að trúa því að þessar sveitarstjórnarkosningar snúist eitthvað allt annað, sko. Og við sjáum að kultúrstríðið það hefur verið að kynda undir í því núna mikið. Mjög mikið. Já, og sem í rauninni er einhver umræða sem er dálítið svona fræðileg og kemur okkur eiginlega ekki alveg við nema að því litur til að fólk á náttúrulega bara hafa sér réttindi. Nefndu dæmi þetta kultúrstríð sem þú ert að vísa til? Já, það er bara maturinn í mötuundunum eða ekki? Jú, það er eitt dæmið og svo er Snorri Másson, mann er ekki eins og stundinni lengur, Snorri Másson er alltaf haldið einhverja ræður á þingi það var eitthvað með landnámsmenn og innflytjendur og eitthvað, ég nefndi ekki að lesa þetta, sko, en ég sá að hann var í kultúrstríðsham. Ég veit það ekki, sko, ég held að ég hef nú þá trú í Reykjavík að það haldi núverandi meirihluti í einhvers konar mynd. Ég hef þá trú. Já. En það má ekki mikið út að bregða. Nei. Hins vegar. Viðreisn virðist nú ætla að verða í ákveðinni lykilstöðu að óbreyttu. Já, og rær svolítið til hægri. Það er að segja þau vilja óhollan mat í skólana, sem er hægri mál. Já. Engar gulrætur. Þetta er mjög fyndið. Það er hægri mál. Já. Ég er bara sammála Guðmundi með það í svona sveitarstjórnarmálum. Ég var satt í sveitarstjórn í Grindavík 6,5 ár og allan þann tíma reyndi ég alltaf að ýta undir samvinnu og samstarf. Og ég man eftir því 2010 þegar ég fór fyrst inn og þá mynduðum það alltaf regla bara ef Framsókn og Sjálfstæðisflokk geta myndað meirihluta þá bara myndaði meirihluta og það var þannig í þetta skiptið en ég fór oddviti Framsóknarflokksins Bryndís Gunnlaugsdóttir sem núna er nú bæjarstjórnarnefnd Samfylkingarinnar í Ölfusi. Hún var þá forseti bæjarstjórnar alveg afskaplega skeleg og flott kona og Páll Jóhann var þá sem var seinna þingmaður, hann var líka þá í bæjarstjórninni og ég var alltaf ítundi það sko að bæjarstjórnin inni bara saman, til dæmis í fjárhagsáætlunargerðinni þá yrði við bara með líka sko. Og þeim, ég var fyrir Samfylkingafélagið þá Samfylkingafélagið Grindavíkur listans, þetta tókst þetta milli Alþýðuflokksmanna og þá var þetta heita þetta, en þetta var bara þessi félagshyggju og jafnaða menn, þetta að segja það en Sjálfstæðismanninum hugnaðist þetta ekki, hann var einn sko, 3 framsóknarmenn sko, þetta fannst honum alveg ómögulegt að við værum að fara að sitja á fundum þarna sko, þetta var meira að segja sko launalaust skilur við. Og það slitnaði bara á meirihlutanum og það tók okkur ekki nema klukkutíma hinum 6 að mynda meirihluta og svo bara unnum við þessum markvist, bara eins og hann segir, þetta snýst það eru 96-7% allra fjármána eru bara fastir, skilur. Já, eitthvað sem allir eru sammála. Allir eru sammála sko, og svo náttúrulega kannski þetta deilum hvort að setja meira í íþróttir eða eitthvað svona. Ég var alltaf að benda á það, hvað er lögboðin skylda sveitarfélaga, sko. Það er ekki lögboðin skylda að reka íþróttafélög. Eða leikskóla? Já, eða leikskóla reyndar og tónlistarskóla en við, náttúrulega, það er bara ákvörðun sem hefur verið tekin í sveitarfélögunum að styrkja þetta mjög vel og í Grindavík var þetta styrkt gríðarlega vel eins og íþróttastarf, sko. Og fyrirtækin voru náttúrulega líka á bakvið íþróttastarf. Já, þau voru... Árangurinn líka eftir því. Já, árangurinn bara hefur alltaf verið mjög góður og það er mjög sterkt íþróttalíf í Grindavík, alveg mjög sterkt en þetta snýst bara það og fyrir mér snýst bara pólitíkurinn það að reyna, þetta er þetta ekki alltaf svart og hvít sko en ég vil þetta alltaf og ég man þegar á þingi þá var ég alltaf af hverju vinnum við ekki betur saman að þessu það var aldrei hlustað á þetta skilur maður var alltaf og ég meina svo bara hrundi ég út af þingi það er engin áhuga málum með barna eða samvinnu í stjórnmálum sko.
Það átti bara ekki hljómgrunn, sko. Nei, en ég ætla að Það segja... er nógu byggja, sko, ég segi það alltaf, ég var í frambóði Suðurkjördæmi, sko. Ef ég hefði djöflað svona áfram í málefni sauðkindarinnar, þá hefði ég pottitt náðu ekki. Já, það er nú engin spurning. Nei. Og sem Suðurþingiengi þá bara finnst mér að þú hefðir átt að greiða götu sauðkindarinnar. Ég er mikið aðdáandi sauðkindarinnar, sko. En mér langar að segja ykkur frá reynslu minni í vikunni. Ég fór með tækniða tökumanni í Kringluna og ég ætlaði að reyna að taka pólitíska umræðu að einhverju leyti á dýftina. Og við stoppuðum sko marga tugi Íslendinga. Og við náðum 2 sem vildu tjá sig eitthvað sveitarstjórnarkosningarnar og pólitík. Langflestir sögðu, já, nei, ég þorið ekki. Sögðu þér það? Já, þeir sögðu það. Já. Þú talaði um óttan í augunum. Ef við hefðum haft leyfi til þess að sýna þá, segja nei, ég þorið ekki, nei, ég vil það ekki, nei, ég hræddur að mér er refsa fyrir það ef ég færi að Í vinnunni? Já. Ef við hefum haft leyfi til þess að sýna það, þá hefði ég getað sýnt ykkur öll þessi sönnunargögn. En við töldum að það var ekki etískt. Þannig að við sýndum ekki öll þessi svör. En tæknimaðurinn minn er til vitnis. Þetta er mjög sláandi. Þetta fannst mér mjög sláandi og ég var að velta fyrir mér af því að okkur líður alltaf eins og að við séum að verða upplýstari og frjálsari og sumum líður þannig allavega á tilteknum tímum en einmitt sláandi eins og þú nefnir það var akkurat orðið sem að koma upp í huga mér. Af hverju haldið þetta sé svona? Er þetta eitthvað svona, eru við á villigötum bara upp í okkar eigin höfði eða erum við að lifa tíma þar sem að það bara er stór hættulegt að tjá einhverja pólitíska skoðun í Kringlunni þegar kemur einhver lítill fjölmiðill á jaðrinum og vil fá að ræða pólitík. Sögðu þið bara pólitík eða sögðu þið sveitarstjórnarkosningar? Við vorum sérstaklega að ræða sveitarstjórnarkosningarnar og við ætlum að fá fólk til þess að ræða svona mál sem að væri bitist fyrir sveitarstjórnarkosningarnar, langmest Reykvíkingar, eitthvað úr nágranna byggðarlögum hér. Suðurlandsbrautina Já. Þetta eru vonbrigði og kannski pínu hissa, maður sér nú oft RÚV og fleiri fara í Kringlu en þá kannski bara verið að spyrja Jesú eða 1. apríl eða eitthvað svona sko, daginn og veginn. Já, við meðvitað vorum að reyna að fara á dýftina sko. Já. Ég hef ekki skýringar á þessu og ég er svolítið hissa á þessu sko að yfirleitt hefur mér nú ekki virst að Íslendingar séu mjög hrættir við að láta skoðanir sína í ljós öðru nær og hafi alltaf gaman að því að tala svolítið glannalega sko. Mér finnst í pólitík er þetta bara ég er búin að taka eftir þessu mörg ár og ég var alltaf í þingi og annað og ég var stundum skrifað einstakar sinnum Facebook status að reyndi alltaf að vera svona jákvæður eitthvað svona jákvæðan pólitískan status eða eitthvað þetta væri gott og það var þetta að gerast þá fekk maður svona 3-4 like ef við tökum það svona til viðmið en ef við settum mynd af mér með barnabörnunum mínum þá fekk ég svona 300 like þannig að fólk bara það veigra sér við því að tala um pólitík mér finnst það og þetta er bara, mér finnst þetta svolítið svona ljóður á Íslendingum að við lifum alltaf í þögninni við þorum aldrei að segja neitt við hoppum alltaf í kringum allt valdið eins og köttur í kringum heita graut og við þekkjum þetta í sveitafélögum þar sem eru mikið sterkar útgerðir og annað eins góðar og þær eru að menn alveg hoppa í kringum þetta þú segir ekkert neitt gegn því sko gagnrýnir ekki neitt og í pólitík það bara nei, ekki að ræða það sko ekki að ræða þetta mér finnst þetta, ég hef upplifað þetta mjög oft og lengi að þegar maður ætlar að tala eitthvað um pólitík þá fer fólk eða það vill ekki tjá sig um þetta. Þetta er afleitt fyrir virkt lýðræði. Já, það er það. Segir sig sjálf. Það er það. En ég ætla núna út fyrir landsteinina, síðustu mínútur, drengir. Maður sá bara svartsýnasta fólk skrifa bjarta vonarstatusa eftir að Orbán fjallan í Ungverjalandi og Trump komin í stríð við Páan og Páin að flengja Trump og það er svona eins og þessi vika hafa aðeins lyft voninni og gleðinni á einstaka fólki í kringum hann. Líður ykkur þannig eftir svona það sem hefur verið að gerast á alþjóðavettvangi? Ég var mjög ánægður með allavega niðurstöðun í Ungverjalandi sko þó ég þekki lítið til þessa manns sem var lengi vel með Orbán að hann snerist yfir í hitliðið sko en vonandi er hann ekki bara skárri heldur bara góður maður en það hann fengi 2/3 og geti gert raunverulegar umbætur eða snúi aftur
niður af sko alls konar fasista braut, það finnst mér auðvitað mjög gott. Orbán fjall á eigin bragði, sagði Ólafur Harðarsson, stjórnmálafræðingur hérna í gær, að hann var eiginlega búinn að koma í þannig fyrir að þyrfti svo mikið sko til þess að breytingar, en þegar það kom svona mikil sigur, þá er hérna þá er leiðin greið. Orbán byrjar sko sem feril sem svona umbóta sinnaður hérna og Evrópu sinnaður andrúsneskur stjórnmálamaður og hérna og kemst þannig til valda uppálega en missir þau sem sagt hérna tapar kosningum og kemur svo tilbaka sem þetta skrimsli sem hann átti svo eftir að verða sko. Og að því að við vorum að tala um áðan sko hvernig hérna Sjálfstæðisflokkur og einhver leyti Framsóknarflokkur hafa sko verið svona kerfisflokkarnir á Íslandi og hafa haft sína fulltrúa í ráðuneytum og öllum stofnunum sem skipta máli í samfélaginu þá er það hátíð hér sko hjá því sem að hérna hann gerði markvisst í Ungverjalandi og hérna og nýtti sér sinn stóra þingmeirihluta til þess. Hann þurfti ekki einu sinni sko að keyra þig gegn með neyðarlögum eða neinu slíku, heldur gat nota þingmeirihlutan til þess og það er dómskerfi og það er menntakerfið og hérna það eru allar þessar stofnanir ríkisins sem að hérna voru bara undir stjórnflokksins þannig að nýra stjórna þar býður alveg tröllauki verkefni að vinda ofan að því án þess að hérna vera að beita einhverjum sko hérna einhver gerraði. En var þetta ekki bara kærleysi hjá hann fyrst hann var orðin svona spiltur og fyrst hann var orðin bara með allar stofnanir samfélagsins í eigin hendi, gat hann ekki falsað kosningaúrslitin? Hann virkaði svolítið þreyttur. Já, hann alltaf var snöggur, mér fannst það mjög gott að hann skildi vera snöggur að viðurkenna úrslitin til dæmis Trump, að hann bara ætlaði að efna til byltingar þegar hann tapaði kosningum en þetta er líka hluti af því sem ég var að nefna í upphafi að hafa gott kerfi og checks and balances, það er til dæmis engin tilvíðun að Bandaríkjamenn ákváðu strax í upphafi að hafa öldungadeildina sína sem bremsu og skiptinni bara út á sko í þriðjungi á 2 ára fresti en ekki í heild, þannig að það verði ekki þessi stóru sving, þannig að það er erfiðara í svoleiðis ríki að ná að autokrat nái völdum hratt þó að sé við það að takast núna. Og Orbán er náttúrulega fyrirmynd Trump sko og þeirra þessna er þetta líka svo mikið áfætt fyrir þá. Er hann fyrirmynd Trump? Já, þeir hafa talað um Orbán sem fyrirmynd sínar. Já, þetta er bara afskaplega ánægilegt úrslit og ekki síst kannski fyrir Evrópu í heild sinni sko. Því að þeir voru svona sko fíllinn í herbygginu í Evrópusambandinu sko. Stoppandi hitt og þetta og náttúrulega svo komið ljósa þegar voru að leka upplýsingum til Rússa utanríkisráðherra eða eitthvað, hvernig sem það var. Þeir voru sæti Pútins við borðið. Já, þeir voru bara ótrúlega sko. Fleiri sem fara úr þessu geira stjórnmálana eða á þessu stað því betra fyrir heiminn held ég sko og okkur og svo þú varst að líka hérna Páan og Trump sko, Trump var bara maður er með ónót alla daga sko. Það er ótrúlega að velja sér þennan slag sem hann gat ekki unnið. Nei, bara Trump sko, hann er náttúrulega, þetta er ekkit eðlilegt sko. Þetta er ekkit eðlilegt hvernig Ég verð nú að segja samt með sko Trump og Páan hérna það er stundum ánótað það sem að Mörður Valgásson segir í Njálu það sem hann fréttir af einhverjum að slást þar eigast þeir einir við sem ég heyrði aldrei hverjir drepast. Þetta er skemmtilegt. Það er svona liggur við að við getum ekki hugsað okkur betri lokaorð en einmitt þessa tilvitnun en það er að koma sumarstrákar, næstu viku sumardagurinn 1. og þá fara tikkin allir þessir furðulegu frídagar sem að slíta í sundur vinnuvikurnar og allir kolringlaðir fram yfir 17. júní. En það hafa nú verið svona smá bras að finna vorið í hjarta sér hér sunnan heiða. Er það ekki? Jú, en ég reyndar var á Suðurlandi í gær og það var bara allt í einu svakalegt vor í lofti, fuglasöngur og sólarilur. Á Álftanesinu það er bara lóan út í haga og margæsinu komin, þannig að þetta er meira og meira komið. Fuglarnir hann að syngja niður í Þingholtan fyrir löngu síðan sko. Þetta er voðalega ánægilegt allt saman. Frábær tími framundan. Já, vonandi.
Heyrðu, ætlum við komast lengra. Ég veit að sumir ykkar eru tímabundnir, en kæra þakkir fyrir að koma og til hamingju Gísli með að vinna þarna dómsmálum daginn. Já, fyrir samstöðina. Nú sjáum við, nú þarf að vísu að bíða enn eftir endanlegum sigri, en þess að lögmaður gagnaðilega sótti áfrýjunarleyfi til Hæstaréttar. Já. Og ef Hæstaréttur hafnar því, þá er þetta endanlega niðurstaða, en annars þarf að dæma þetta í þriðja skipti. Finnst þér ekki líklegt að Hæstaréttur hafni þessu? Jú, svona frekar. Ég myndi líka að skjóta það. En við sem sagt getum núna sagt, hvað getum við sagt sem maður mátti ekki segja? Hvað ummæli voru þetta aftur? Já, þetta var að eitthvað sé nútíma þrælahald. Já. Sannst að slæmar búsetu aðstæður erlends manns hafi verið nútíma þrælahald. Sem minnir okkur öll að Hrafn Jökulsson sem átti kalla lögreglustjóran glæpamanna framleiðanda ríkisins. Fangelsmálstjóra, já. Fangelsmálstjóra, já. Lifið þið frjálsárð. Kæra þakkir, Gísli, Páll Valur, Guðmundur Andri. Takk fyrir komuna og áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýr kapli eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, þið kannski sáuð páskana kvikmyndina Jörðin undir fótum okkar. Mörguleyti áhugaverð mynd. Hún sýndi hæg myndskeið af öldruðu fólki og sumum fannst þessi mynd alveg einstaklega falleg, einn besta mynd sem að það hafði séð, las ég á félagsmiðlum, en öðrum fannst hún algjörlega ömurleg. Kannski vegna þess að hún sýndi okkur ákveðin veruleika sem við höfum svolítið sum okkar kjósað að hafa bara lokaðan í einhverju skúfu. Síðan rak ég augun í grein á Vísi sem bara yfirskriftina þegar öldrun birtist okkur eins og hún er, sem einhverju leyti innblásinn af þessari kvikmynd. Og ég hugsaði með mér, já, mér langar að ræða þetta mál við höfund greinarinnar sem iðjuþjálfi og hefur umsjón með farsælli öldrun þekkingar miðstöð og hún komin hingað, hún Berglind Indriðadóttir. Vertu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér að koma. Já, takk fyrir að gefa okkur tækifæri til þess að huga að öldrun og því æviskeiði sem að mörg okkar eru svona flótta undan í hugan en ekkert fær umflúið. Ef við erum heppin, þá munum við ganga í gegnum öldrunaræfiskeiðið. Og já, ég sagði þér það þarna fyrir áður en við hófum upptakana að ég nú sjálfur skrifa bókun Dauðan. Þannig að ég ekki hræddur við að fjalla þessi mál og færa okkur yfir í þessa heima. Og ég mjög ánægður með það að þú skildir skrifa þessa grein því að þetta er við þurfum að gefa þessum málum aukinn gaum. Þú hefur þitt mál á því að segja þegar ég heyrði af því fyrir nokkrum misserum síðan að íslensk heimildamynd daglegt líf á hjúkrunarheimili væri bígerð fylltist ég eftirvæntingu að sjá útkomuna. Og réttilega bendur á að það sé ekki hverjum degi sem að slík mynd gerð. Hvað fannst þér sjálfri þessa mynd ef við gefum okkur að nægilega margir áhorfendur og hlustendur hafi séð myndina því að hún var á RÚV páskana til þess að þeir geti svona samsamað sér eða ekki með þínum orðum. Hvað fannst þér myndina? Mér fannst hún bara frábær. Já.
Ég greip tækifærið þegar hún var frumsýnd á kvikmyndaháttíðinni RIF í haust og fór að sjá hana þar og síðan fór hún í sýningar í Bíó Paradís og fekk bara mjög góða aðsókn þar. En það er náttúrulega alltaf þannig að þú velur svona eftir áhuga sviðinu hvað þú ferð að sjá í bíó og þú náttúrulega svona oftar en ekki fólk að velja eitthvað sem að það svona, höfða til þess að af einhverjum ástæðum áhuga eða það var náttúrulega eitthvað aðstandendum myndarinnar og náttúrulega aðstandendur þeirra sem að komu fram í myndinni voru í salnum þegar hún var á RIF. En svo náttúrulega þegar hún kemur svona bara óumbeðið inn í stofu í sjónvarpinu og svona í þessari línilegu opnu dagskrá, þá náttúrulega fara að sjá hana aðrir sem að hafa kannski ekki endilega beðið hana eða hafa ekki áhuga. Þetta var svona frídagur og fólk að lenda sér eftir páskana og svona með restandar af páskaegginu. og mér fannst bara svo ótrúlega áhugavert af því að ég hafði svona bara fylgst svona aðdáun að myndinni og hún náttúrulega hreyfði við mér og þó ég sé svona að verða sjóuð í þessum öldrunarbransa að þá náttúrulega bara er alltaf þetta mót við manneskuna einstakt og mér fannst svo bara skein í gegn svo mikil mennska, mikil nærgætni og virðing Yrsu fyrir fólkinu og það er náttúrulega mikil styrkleiki myndarinnar að hún kann til verka og bæði sem leikstjóri en líka sem sjúkraliði og þannig að hún mætir til leiks algjörlega undirbúin og gerir þetta stórkostlega vel. Sammála, mér kom það óvart hvað órökræn samskipti í svona ákveðinni merkingu voru falleg og hvað ófullkomleikin var fallegur og mér kom það óvart hvað þessi snúningar og þessar kröfur sem að ungt fólk gerir til þess að allt sé fellt og slett frá móti kvölds og hvað þessi snúningar allir voru fallegir sennilega vegna þess hvað mikil virðing var sýnd. Já, þetta var bara þú veist, fólk var að tala svona að myndi væri langdregin en myndin, mér fannst hún bara sýna það það eru 24 tímar í sólarhringnum og það eru 7 dagar í vikunni og fólki náttúrulega bara og þetta er svona öðru vísi þegar fólk kemur og fer í stuttar heimsóknir eða á vaktinni sinni að það sýnir náttúrulega annan veruleika heldur en bara fólki sem á heimilinu, heimilisfólkið og býr þar og þar allan daginn, alla daga að svona þessi hægi taktur og svona þetta sem að tala að vera langdreið, það í raun og veru bara lífið. Það er bara lífið. Já, þegar maður er komin út úr svona hringaekjunni. Já, og það er náttúrulega oftar en ekki á hjúkrunarheimilum alls konar dagskrá í gangi, kannski svona meira að dagtímanum á virkum dögum, alls konar viðburðir og það var ekkert mikið sýnt af því. Nei. En þetta var svona meira bara lifaða lífið, þú veist. Þetta var algjör andstæða við öll fréttaeinslögin sem við sjáum í fréttum. Þegar ég nú sjálfur verið sjónvarpsfréttamaður. Maður fær kannski 80 sekundur til þess að fara inn á eitthvað, við köllum þetta elliheimili í gamla daga. Fara og helst að finna eitthvað tressan gamlingja og hann kannski man eitthvað og svona og svo einhver með harmoniku og einhver að dansa og þetta er svo mynd sem við höfum viljað sína. Já. En þessi mynd gerði það ekki. Nei. Og það fannst mér bara vera fegurðin í myndinni. Já. Að það var ekkert verið að búa eitthvað til. Nei, það var ekki verið að búa neitt til. Og þannig að ég var mjög hrifin og þetta er eins og svona rifið upp úr greininni að þetta er ekkit oft sem við fáum þetta innlit. Nei. Og að fólki sé með orðið að fólki sjálft sé í öndvegi. Ég hef hort á einhverja norska seríu þar sem að
þáttagerðar kona flutti inn á alls konar stofnanir, var þar í viku og var svona að gera grein fyrir lífinu, en það er alltaf bara allt annað þegar miðaldra manneskja flytur inn og ætla sér að vera í einhverju hlutverki sem einhver íbúi, en hún alltaf fylgdist með og sá og spurði og tók þátt í samtölum og allt svoleiðis, en þetta var bara allt öðrum toga og bæði náttúrulega mjög, þú veist, það var mjög upplýsandi að fá svona þetta innlit á þetta norska hjúkrunarheimili, en þetta, ég veit ekki til þess að hafi verið gerð svona mynd hér og þetta er mjög þarft af því að þetta er svona, það er svona bara ákveðin, hvað segja, sín utanfrá á hjúkrunarheimili og bæði meðal almennings en líka bara meðal fagfólks. Þetta sé svona einhvern veginn ekki eftir svona vert að vinna í öldrunarþjónustu eða einhvern hátt ekki sama svona prestís í kringum það eins og aðrar greinar. Má ekki hreinlega segja að það bendi margt til þess að þessi veruleiki sé veruleiki sem við höfum svolítið alist upp við að sé bara erfiður, óþægilegur við stofnana útísum þessum aldurskeiðum. Fólk er farið af heimilunum, það er ekki lengur þannig að kynslóðir annist kynslóðir inn á heimilunum. Þetta er bara heimur sem að við höfum svolítið hafnað. Já, kannski ekki að hafnað, en svona láti pínu svona afskiptalausan. Og ég held að partur af því eru þessi tilfinningar og hugsanir og líðan sem að ég var svona að reyna að draga fram í greininu það að þarna svona er eitthvað í vændum sem okkur finnst óþægilegt. Þetta er náttúrulega bara kjarna svolítið í þessu máltæki sem að þú og áhorfandur eflaust þekkja þetta með hvað er það sem allir vilja verða en enginn vill vera. Það er þessi ótti við það, þú veist, mun ég halda heilsu, mun ég þurfa aðstoð, mun ég stundum kalla svona öldrunar ótti og af því að maður gengur ekki aðeinu vísu með það, þú veist, þó að fólk ástundi fara eftir öllum lýðheilsu ráðum og annað, þá getur bara alveg bröðið til beggja vona með það hvernig heilsufar og færni er á efri árum. Akkurat. En sko, af hverju heldur þú að býsna margir Facebook-vinir mínir hafi lýst í að þeim finnist myndin óþægileg? Já, við erum búin að tala þessa langdregnur sinnur og þetta sé bara ekki við hæfa að sína skorpið, hold í löngum myndskeiðum og það er eitthvað elli, glöp og það var það sem ég vísaði til sem mér fannst órökræn samskipti, mér fannst þú falleg vegna þess að mér fannst að þegar þú ert orðin svona gömul og þú ert í þessu umhverfi, þá er enginn sem segir þér hvernig þú ætlar að vera. Mér fannst fallegt frelsið í því og virðingi sem var borin fyrir því. Algjörlega. En ég held að þetta sé svona nú misti ég aðeins þráðinn hvernig þú byrjaði spurninguna. Já, ég held að ég hef sjálfur mist þráðinn, en ég bara veltaði fyrir mér af hverju þolum við ekki að sjá skorpið fólk? Já, akkurat. Sem dæmi? Akkurat, það er náttúrulega kannski bara þessi tilfinningar og fólk kannski er að hugsa, þú veist, mun ég verða svona? Þú veist, þetta getur róta við fólki sem er búið að gangi í gegnum það reynslu að fylgja foreldri eða afa og ömmu í gegnum þannan heim. Og þetta getur bara rifjað upp alls konar krefjandi og erfiðar kringumstæður. En líka náttúrulega bara voru margir sem upplifðu bara góða tilfinningar og fannst þetta gott og notalegt. Þetta er náttúrulega bara algjörlega einstaklingsbundi hvernig viðbröðin voru. Já. En ef maður þekkir ekki einhvern heim, þá er maður kannski með svona viðkvæmugakvartunum og með einhverja fordóma og maður verið hissa og er ekki lærdómur í sá að við þurfum einhvern veginn að breyta hegðun okkar þannig að þetta verði eðlilegur hluti af okkar mynstri? Jú, ég bara myndi fagna því að þetta er svona bara ekki þetta afskipta umhverfi og það væri bara mjög að höfum góða
og það er náttúrulega bara oft verið að reyna svona að opna heimilin fyrir gestum og fá svona tengja út í samfélagið og náttúrulega til alls konar verkfærakistur sem að þá í raun og veru miða að því að gera lífið þess virði að lifa því bara svo lengi og lifa því og svona aðferðir og hugmyndafræði í kringum það sem að einhver hjúkrunarheimili hér á landi er að vinna eftir meðal annars grundarheimili þar sem að myndin var gerð. Þannig, og það sem að mér finnst mjög áhugavert að skoða svona bara sem partur af þessari þjónustu keðju öldrunarinnar að það er bara ólík menning, svona ólík fyrirtækja menning milli hjúkrunarheimila og jafnvel milli heimila sem að sami rekstraraðili rekur og grundin alltaf bara rótgróið heimili sem að er orðið meirinn 100 ára og heimilin draga alltaf oft dám af stofnendunum, það settur einhver tónn og það er alltaf starta svona með þessi mannlegu gildi að annast fólk sem að átti mögulega ekki annað athvarf eða og samtakamáttur samfélagsins að setja það heimili á fót á sínum tíma þannig að það er náttúrulega fjölskyldu rekið og á vissan hátt bara heimili þeirra sem að settu það á fót á sínum tíma og það held ég að skili sér á margan hátt í þeirri menningu og þeirri starfsemi sem að fer fram á grund í dag. En þann dag í dag? Ég held að það eimi algjörlega af því eftir ennþá, Það er merkilegt. Og svona samanborið kannski við önnur heimili á svipari stærðagráðu eitthvað yngri en að þá er svona ákveðin bragur sem að fylgir því bara í raun og veru í hvað anda heimilin voru sett á fót. Mjög áhugavert. Myndirðu segja að það sé svolítið lottó hvers konar íverustaður býður okkar þegar við ræðum hjúkrunarheimili og öldrunarheimili? Myndirðu gera það? Kannski ekki lottó en þú veist það er ekkert sama. Heimilin eru ólík. Þau eru náttúrulega bæði, svona talað bæði þetta efnislega og óefnislega umhverfi og þetta efnislega er náttúrulega mismunandi og það er náttúrulega verið að reyna að betrumbæta eldri heimilin og það tíðkaðist alltaf áður fyrir bara að það voru fjölbýli, kannski 6-8 manns í einhvern stórum sal og fólk hafði ekkert mikið rými fyrir sína muni og þessu er bara verið að breyta og það þýðir náttúrulega að þegar breytingar er að gangi gegna þá náttúrulega fækkar rýmum en svo er líka þetta óefnislega, það er svona þetta sem við finnum kannski og heyrum, það er menningin og hún er mismunandi og það er bara alveg verkefni að vinna með það og það er náttúrulega svona þekkt kannski bara í þessum heilbrigðisgeira, það er svona ákveðið stigveldi, hverjir setja tónin og hverjir ráða og hverjir taka ákvarðanir og margar af þessum hugmyndafræðum sem að í raun og veru svona snúast þessa persónumiðuðu þjónustu sem að farsælu öldrun er að tala fyrir, að það er snýst það að færa ákvarðanatökuna nær íbúanum, að hann sé meira við stjórnvölin það hvernig hans lífi er háttað, þó að hann sé fluttur inn á stofnun. Einmitt. Þetta með herbergin eru enn til hjúkrunarheimili þar sem 3-4 aldraðir einstaklingar deila sama rými? Ekki svo ég viti til. Það er stefnan og kröfulýsingin hljóðar upp á það frá stjórnvöldum að það sé einbýli og Já, stefna en það er ekki orðið þannig. Það eru einhver öldrunarheimili núna þar sem að 2 eru saman. Sko það er kannski ákveðin munur á hvort það eru þetta sem kalla biðrými, fólk sem er að bíða eftir varanlegu heimili. Þar er í einhverjum tilvikum fleiri en einn á stofu. En þegar ég hóf starfa á hjúkrunarheimili 2010 þá var þar ein deild þar sem voru 4 býli ennþá.
en þeirri deild var breytt í annars konar þjónustustig, þannig að það aflagt. En ég hef ekki alveg því miður bara puttan á púlsinu með það, hvort að, ég get ekki fullyrt það, hvort það sé allstaðar. En það allavega verið að vinna í því og bara náttúrulega mikilvægt að fólk hafi sitt eigið rými. Þú vannst árabil á svona heimilum. Rakstu augun í það að sumir aldraðir einstaklingar fengju aldrei heimsóknir? Það kom alveg fyrir, já. Bara eins og á öðrum heimilum út í bæ, það ekki allir sem fá heimsóknir. Þá búið í einhvers konar þjónustu íbúða kjarna eða það breytist ekkert eitthvað þegar fólk eru 67 að það fara allt í einu að streyma gestir ef fólk hefur ekki verið með gestkvæmt hjá sér. Nei, en þarf starfsfólki að nálgast fólk sem aldrei nýtur snertingar, hlýju, heimsókna? Verður það meiri áskorun fyrir starfsfólkið að halda svoleiðis einstaklingi sem hamingju sömustum miðað við þá sem eru bara gangandi félagsmála miðstöðar alltaf með glaðværð og barnabörn í kringu sig? Það náttúrulega bara mjög mismunandi hverjar þarfir hvers og eins einstaklings eru. Og þannig að það ég myndi segja að það þurfi bara að meta það í fyrir hvernig einasta íbúa, hverjir hans þarfir eru, hvort sem það eru sálfélagslega þarfir eða eitthvað sem snýra heilsufari, svona líkamlega heilsufari. En það talað það, því hún nefnir þetta, að svona meðal aldrara til eitthvað sem heitir snertisvelti, kallað húðsult á dönsku. Og það svona þetta að kannski bara að þú færði ekki snertingu eða snertir ekki aðra nema í svona þessum aðstæðum þar sem verið að sinna þeirra einhvern hátt með hreinlæti eða annað. Þannig að það eitthvað sem getur náttúrulega birst í einhvers konar svona tómleika eða vanlíðan á einhvern hátt. Ég fengi nokkrar ábyrningar sem blaðamaður líka í áranna rás að sum hjúkrunarheimili séu vistmenn gjaldi fyrir að þar séu svo margir starfsmenn sem ekki tali íslensku. Og það ætti að vera lágmars krafa í velferðarsamfélagi eins og Íslandi að þegar við skjótum skjólshúsi yfir okkar nýtuborgara sem hafa kannski unnið frá sér allt vit til þess að byggja upp velmegun fyrir mig og þig, að fólk á svona heimilum hafa minnstakosti aðgengi að íslenskri tungu. Er þetta stórt vandamál á þínum mati? Samskipti eru alltaf áskorun. Sama hvort þau eru á íslensku eða öðrum tungumálum. Og mikið af samskiptum eru náttúrulega bara óyrt og auðvitað náttúrulega bara betra, samskipti ganga betur fyrir sig ef allir tala sama málið, en ég vil bara segja það að þau sem hafa komið hingað til lands og eru að leggja mörkum með því að starfa í öldrunarþjónustunni og annast eldra fólk, að þau eru bara öll að vilja gerð og leggja sér mjög fram. Og þetta ekkert auðvelt verkefni. Og ég bara myndi segja það að sé bæði þeirra vegna og öldruði sem eru notendur þjónustunar, að það þarf að hlúa betur að. Það ekki auðvelt að vera starfsmaðurinn í aðstæðanum heldur. Og ég þekki það bara að því ég læriði nú iðjuþjálfunina í Danmörku, fór til Danmörku með mína grunn- og menntaskóla dönsku, taldi mér nú færa í flestan sjó. Já, vel gert. Að það ekkert auðvelt að fóta sig í öðru landi þó að maður hafi grunn í tungumálinu, og hvað þá þegar fólk að koma af öðrum málsvæðum, og það ekkert auðvelt að læra íslensku fyrir alla þó að mörgum takist að gríðarlega vel. En já, ég svona af því ég hef komið að þessum fræðslumálum svona í gegnum tíðina, þá náttúrulega bara hef ég alveg orðið þessi áskynja að það ekkert auðvelt að miðla fræðslu þegar eru þessi tungumála hnökrar, en
bara mjög ánægilegt að það verið að vinna í þeim málum með svona skipulegum hætti núna en það langþráð að það sé unnið markvisst með íslensku kennslu. Já, og það þá náttúrulega í öllu falli líka betra að sé þó starfsfólk þótt samskiptin séu kannski ekki alveg upp á 100 en að það sé ekkert starfsfólk. Þú ert að segja að við höfum þurft fólk frá öðru löndum til að koma inn. Algjörlega og það náttúrulega bara oft þessi óyrtu samskipti og þessi nærgætni og hlýja og virðing að þú sýnir það oftar en ekki líka bara með mjög ríkulegum hætti án orða. Og það bara ofta önnur menning og svona viðhorf í garð aldrara í uppruna löndum þessa fólks. Þannig að það skilar sér oft bara mjög með mikilli nærveru og hlýju. Já. Hvernig segir þú fyrir þér að við gætum svona gert heim hinna öldruðu, eðlilega öldrun, svona hversdagslegri, ekki litið á hana sem feimnismál, ekki rokkið við þegar við sjáum skorpna húð og svo framvegis. Hvernig segir þú fyrir þér að við gætum svona, þokað þessum kima æviskeiðana bara inn í dagsljósið og á þess að nokkur þyrfti að rökkva við? Já, það er náttúrulega alltaf flókið að vinna með viðhorf, sko. Já. Og og náttúrulega bara er myndin sem er nú svona kannski tilumnið þess að ég kom á borðinu. Hún er náttúrulega partur af þessu. Myndin er vopn, getur maður sagt? Nei, mér leiðist að tala með svona herskáum hætti. Tæki, hún er tæki. hún er leið og hún er aðferð. Já. Og til þess að mitt bara sína inn í veruleika. Og bara samtalið og umræðan en svona hvað var það svona daglega starfið, þá náttúrulega bara er ég mjög mikil talsmanneski þess að hjúkrunarheimili starfi eftir viðurkenndri hugmyndafræði. Já. Einhvers konar verkfærakistu sem gefur þá verkfæri til þess að vinna í þessum þáttum með viðhorfi í garð aldrara, viðhorfi í garð starfsins og svo bara að næsta fólk með kunnáttu til verka að það er alltaf þegar starfsfólk er komið í aðstæðunar og upplifir sig ekki hafa þekkingu eða reynslu til þess að sinna að þá verður náttúrulega allt svona stífara, óöruggara og það sem að gerist kannski að við missum fólk úr öldrunarþjónustunni ef það er ekki verið að nesta nógu vel með þekkingu. Og starfsmannavelta er alltaf mjög krefjandi, tekur mikinn tíma og kostar mikla peninga og við erum svona að sjá það að það kannski að setja inn einhvers konar átak í fræðslumálum er að skila oft bara ánæðra starfsfólki sem að gengur öruggara til verka og það skila sér í að íbúinu líður betur. Já, kannski enda þetta á einni viðkvæmri spurningu varðandi lyfjagjöf. Maður heyrir stundum að við höfum gengið aðeins svo langt í því að bara bæla niður hvaðir okkar tilfinningar. Þar á meðal er náttúrulega sársauki með lyfjagjöf og eru öldrunarheimili landsins, er fólk of lyfjað á þeim eða eru þær stöður jafn ólíkar og menn eru margir eða hvert er þitt viðhorf gagvart þessu? Já, sko ég er nú svona talskona þess að þegar er búið að útiloka allar svona líkamlegar ástæður þess að fólk sé með óróleika eða eitthvað sem er kallað svona hegðun sem að vekur áhyggjur að þá sé unni með aðferðir sem að bæta líðan aðrar en að gefa róandi lyf og þannig að en ég hef svo sem ekki nýjar tölur það hvernig þessu er háttað núna. Það hafa náttúrulega verið gerðar rannsóknir á þessu og og það er náttúrulega fylgst með lyfjanotkun í gegnum þetta mælitæki sem að fylgist með raunverulegum aðbúnaði íbúa á hjúkrunarheimilum, svo kallar ræmat. En ég hef ekki nýjustu tölur það, en það er allavega einn af þeim gæðavísum sem að er fylgst með að sé ekki
svona ekki yfir rauðu línuna. Já, en þú treystir þér allavega ekki til þess að álykta að við séum einhverjum villigötum með oflyfjagjafir í þessum geira? Nei, ég bara treysti mér eiginlega ekki til að svara því, af því að ég er ekki alveg með svona puttana púlsinum með það, en það hefur svona bara almennt í öldrunarþjónustu þetta eitthvað sem er verið að vinna með og það átaksverkefni í nágrannlöndum okkar þetta að draga úr notkun sterkra geðlyfja til dæmis á hjúkrunarheimilum. Að nota aðra leiðir og fyrirbyggja líka að já, í raun og veru grípa inn í áður en að hlutir eru komnir í óefni. Já. Rétt í blálokkin Berglind, hvers vegna er þessi málaflokkur, öldrunin, þér svona hugstæð? Hvers vegna brennur þau fyrir þessu? Já, stóra spurningin. Sko, ég er nú bara, það er nú svona eiginlega tilviljun að ég byrjaði að vinna í öldrunarþjónustu þegar ég kom heim úr náminu og ég var svona búin að verða vör við það í náminu að öldrunin þótti ekkert eitthvað svona gráti yfir því að þurfa að fara í vettvarsnám á hjúkrunarheimili meðal samnemenda minna, þótti ekki spennandi. En ég svona bara fann mig á þessari hillu og ég held að það stafi einhverju leiti að því að ég ólst upp í þessu umhverfi sem þú lýstir áðan þar sem kynslóðarnar voru saman. Já, einmitt. Og hafði mikið af afa mínum að segja sem var langlífur og ömmum mínum báðum. Já. Og þetta bara er eitthvað sem að fylgir að já, ég bara ólst upp við það að þeirra líf var bara partur af okkar lífi. Öll þekkingin sem að þarf að færast á milli kynslóða. Hvað er gaman að vera barn og heyra ömmu segja sögur og allt það sko. Já, algjörlega. Amma mín, hún var í mjög mörg ára á svona, sem það var kallað svona langlegu deild á sjúkrahúsi og einmitt deildi herbergi með fleiri konum og ég ólst upp við það að það var ekki farið í Kaupstað nema að koma við hjá ömmu. Það voru ekki mjög skemmtilegar heimsóknir alltaf. Þannig að þar kemur líka kannski inn þetta með að hafa upplefa kannski hennan hæga takt og stundum leiða og einmannaleika hjá öðrum sem að dvöldu á þessari deild. Langa til að laga og það verði betra ef ég verð svo heppin að verða gömul kona á hjúkrunarheimili. Já, ef þú verður svo heppin. Það er einmitt eins og þú nefndir áðan og við gleymum því stundum að það er heppni að komast í þessar aðstæður. Já, hinn kosturinn er ekki okkur finnst hann síðri, hann er ekki líflegur. Það frábært að fá þig hérna að Rauðaborðinu til þess að ræða þetta. Berglind Indriðadóttir, iðjuð þjálfi, haltu áfram að skrifa greinar öldrun og takk fyrir komuna. Takk fyrir að bjóða mér að koma, gaman. Og við ætlum að fara úr öldrun yfir í ungt fólk sem stendur sér vel í listinni eftir andartak, ekki fara langt. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Í dag hafa staðið yfir útskriftar tónleikar hjá nemendum menntaskóla í tónlist og munu tónleikar hæfileika ríkra nemenda sem stundað hafa nám við skólan síðustu ár. Tónleikar munu standa yfir allt fram á laugardag að ég hygg og í Hörpu, Sölum, Kaldalóni og Norðurljósi og ef mínar upplýsingar eru réttar þá eru hátt í 40 nemendur, tónlistarnemendur að klára glæsilegan áfanga frá þessum skóla og ég er búin að fylla stúdíóið af ungum tónlistarnemum og einum kennara. Verið velkomin öll. Birna Hallgrímsdóttir, þú ert píanókennari við menntaskóli í tónlist. Vertu velkomin. Takk hérlega.
Og svo ég telji eitthvað nú öll upp, þú ert Theodóra Sæmundsdóttir, rytmísk söngkona, ekki satt? Já, verður velkomin. Takk fyrir. Svo það Freyja Sigríðardóttir, básunuleikari. Já, takk fyrir. Verður velkomin. Takk. Þú ert félagsmálatröllið fyrir formaður nemendaráðs og ég veit ekki hvað og hvað. Já, það er ég. Og Ásgeir Helgi Ásgeirsson, gítarleikari. Já. Þú ert einnig í rytmískri deild. Já. Er það ekki? Ég það, já. Þannig að við tveir kallarnir innan 3 konur og þú eru að tala aðeins meira en þessu. Sko, bara innilega til hamingju, krakkar, með þetta stóra skref sem framundan er. Ég er alveg viss að þið hafið teiknað upp í huganum þessi tímamót og verið með í maganum og oft séð þetta fyrir ykkur. Er það ekki rétt hjá mér? Jú, þetta er búin að svona tilhlökkun og líka stress og eitthvað svona alls konar tilfinningar í kringum þetta. Þetta er svona... Já, ég trúi því. Eru þið öll búin að vera viðlóðandi tónlist í mjög mörg ár? Voruð þið öll ung þegar þið hófuð leik? Já, ég byrjaði á píanó þegar ég var í 3. bekk. Já. En skipti síðan ég söng í mennskólanum í tónlist. Já. Þegar maður er í 3. bekk þá er maður svona 8 ára, 8-9. Já, ég held að ég var 7 ára. 7-8. Já, 7. Já, einmitt. Og byrjar svo sem píanónemandi og fer svo að syngja. Já. Og söngdeildin í skólanum, hún hefur hentað þér vel? Mjög vel. Já. Allt frábæri kennarar og skemmtilegt andrúmsloft og svona. En ekki? Jú. Ertu búin að hafa marga kennara? Nei, ég er bara búin að hafa einn kennara. Hann er Rebekku Blöndal allan tíman og hún er best, sko. Hún er bara best? Já. Hún hefur hentað þér fullkomlega? Mjög vel, já. Og þegar maður er í námi eins og þú, er þetta sko bæði mjög mikið bóklegt, verklegt, er þetta samsöngur eða hvernig byggist námið upp? Sko, það er sumt verklegt, þú veist, svona eins og allt svona upptökustjórn og raftónlist og svona, en síðan er söngnámið rosa mikið bara, þú veist, enga tímar í söng og síðan eru líka með hóptíma sem að Guðlaug Ólafsdóttir kennir og það er bara líka geggjaðir tímar. Þá lærum við að koma fram sem söngvarar og við syngjum fyrir framann hvort annað og það er rosalega mikið sem lærum frá því. Þetta er Ég byrjaði mjög stressuð eitthvað að reyna að syngja fyrir þau en núna er ég miklu öruggari í minni sviðsframkomi. Já. Og af því að þú ert í rytmískri deild þá er enginn að spyrja þig hvort þú sért mezzo eða sopran? Nei. Nefnum bara þegar ég er í bakgrunnsstundum en þá er það bara svona neðstarödd eða eitthvað svoleiðis. Meira. Dreymir þig tónlistarferil? Já, 100%. Ok. Ertu búin að velta fyrir þig næstu skrifum? Ég er að fara í loka apríl í stúdíu og taka upp eitt lag. Já. Og það kemur vonandi út bráðum. Já. Þannig það er svona mín næstu skrif. Já. Þannig kannski næst þegar þú kemur í spjallinga á samstöðuna þá vita allir hver þú ert. Vonandi. Það væri gaman. Það væri nefnilega gaman. Það er nú svolítið það sem maður þarf að tikka fyrir að maður verði ekki svo eini í veröldinni sem að veit að maður sé listamaður. Heyrðu, en takk fyrir þetta. Þá er það Freyja, básunuleikarinn. Já. Básuna er náttúrulega dálítið mikið hljóðfæri. Það er það, já, umfram mikið og svona, já, það er svolítið basl í kringum að vera með svona stórt hljóðfæri. Já, basl í kringum básuna. Já, mér finnst það. Einmitt. Hvað varstu búin að þreifa eitthvað fyrir þér áðan og enda þar á básunum? Sko, nei. Mér langaði fyrst að læra á óbó þegar ég var lítil. En þá einhvern veginn, það var bara ekki í boði. Það var bara annarkvort trompet eða básuna og ég ákvaði að velja básuna og því að hún var stærri og það var eiginlega hugsunin mín bak við það. En ég hef elskað að spila á þetta hljóðfæri og hentar mér mjög vel og já, mjög sátt með þessa ákvörðin sem ég gerði þegar ég var 7 ára eða eitthvað. 7 ára? Já, ég byrjaði 7. En getur þú skýrt aðeins betur hvað þú áttu við þegar þú segir að það hefur bara verið val á milli þess að læra á trompet eða básunu? Það var bara það sem að
mér var boðið í skólajónstunni sem að bara kennarinn sem að ég gætt farið til var annarkvort að kenna trompet eða básunni. Og í hvaða skóla varstu? Ég var í Fossvogsskóla og Réttarholtsskóla og læriði hjá skólajónsið Austurbæjar. Já. Þannig að þín leið inn í músíkina, hún er fyrst með öðrum í hóp? Já, ég fekk enga tíma og í fyrsta árið, síðan færi maður að fara í hljómsveitina og svona. Ég var þar alveg í 10 ári eða eitthvað. Já, akkurat. Hefur til dæmis fylgst með hljómsveit Vesturbæjar? Já. Og Kópavogs líka, skólaust Kópavogs er mjög flott og já, bara. Það er svolítið stemning núna í þessu, er það ekki? Já, mér finnst það. Já, mér finnst það líka. Einmitt. Alltaf svona. Og ertu búin að ertu búin að sjá fyrir þér þessa útskriftarstund? Já, þetta var svona að byrja eiginlega fyrir svona 1 ári þegar að góð vinkonu mín var að útskrifast. Þá var ég svona, það er bara ár í að ég sé að taka framhaldspróf og halda útskriftartónleika. Það var svona, ég einhvern veginn hugsaði þetta sem rosa stórt fyrirbæri. En síðan svona einhvern veginn þegar ég er að skipuleggja þá finnst mér þetta miklu náttúrulegra en ég hélt. Þetta einhvern veginn bara svona smellir saman og bara gerist. Já, en er þetta er margra ára aðdragandi að efnisskráni ykkar? Nei, maður fer mér bara svona yfir hvað maður lærði yfir árin held ég. Já. Þurfið að sýna breytt á svona útskriftartónleikum? Ekki rikki. Hjálpar, eða svona, það er mælt með því af kennurum áttast, en annars... Maður vill alltaf hafa skemmtilega tónleika og svona sína hvað maður hefur lært í svona skóla. En þetta er alveg persónubundið, hvað þér finnst flott og hvað þér langar að sína og þau eru mjög opin fyrir öllu sem að þið langar að gera. Ef að þið langar að vera með einhver önnur atriði sem er ekki, þú veist, bara út frá þínum aðal hljóðfæri, þá er það bara í fínasta lagi. Nú, Frey er á leiðinni, segi ég, Theodóra er á leiðinni í stúdíó. Sérð þú fyrir þér framhald á þínu tónlistanámi? Já, ég veit ekki alveg, mér langar að fara út í nám. Ekki alveg strax samt. Ég ætla að bíða í kannski ár og sækja svo Ég var með í Ungsveitinni, var að fá að vita það bara í morgun að ég verð að spila fyrstu básunni í Scheherazade í haust sem er mjög spennandi. Vá, já. Það er ekki það. Til hamingju með það. Takk. Þannig að í þínum huga þá ertu bara kannski rétt að byrja? Já, klárlega. Ég er bara leita kennurum sem að ég hef áhuga að læra hjá og skoða skóla og einhvern veginn. Þetta er svona mjög opið núna, einhvern veginn. Ég er í kór líka, þannig það er svona það sem ég er að gera, verða að gera núna í allavega ár. Allt þitt líf snýst tónlist? Eiginlega, það er eiginlega bara einhvern veginn allt sem ég geri og þú veist, allir vinir mínir eru tónlistamenn og þetta er bara svona, svolítið grunnurinn í lífinu hjá mér er tónlist og mér finnst það frábært. Getur verið grunnur að góðu lífi, ekki satt? Skemmtilegu lífi. Mjög. Heyrðu, Ásgeir Helgi Ásgeirsson, gítarleikari. Já. Hver er þinn ferill? Varstu ungur þegar þú hófst náma á gítar? Já, ég hef alltaf haft áhuga á tónlist og fjölskylda mín hefur alltaf, ég fekk mikið að meðmælum frá foreldrum mínum eða svona þau leiði mér að heyra fullt og þau mótuðu svona minn smekk frá mjög ungum aldri. Svo byrjaði ég að læra á píanó í svona cirka 3. bekk og svo skipti ég gítar þegar ég var 12 ára og þá var það aðeins mér aðalhljóðfæri en ég hef alltaf verið með píanó sem svona aukahljóðfæri. Og svo byrjaði ég líka að semja í kringum þann tíma og gefa út og svona. Þannig, það hefur alltaf verið bara svona það sem ég hef aðalega áhuga á í bara lífinu mínu. Já. Ertu búin að semja alveg hellingalög? Ég gefi út 3 plötur og er með fullt á leiðinni líka, vonandi allavega. Þannig að það er eiginlega bara eina sem ég geri.
Nú, frábært. Já. Hérna, og sérðu fyrir þér frekar að nám eða líðið núna eins og þú ætli bara að búa til músík? Sko, ég að stefna á að fara í JKÍ núna í haust. Já. En svo hef ég líka hérna plötunar og útgáfur alltaf til hliðar bara. Eða allavega stefna á því. Já. Ég plana að gefa út eitthvað í sumar. Já. En annars er ég að meða við JKÍ og svo sé ég rauninni bara til hvort ég vil halda áfram í einhvers konar námi eða hvort að ég reyna að stefna á bara atvinnu í þessu. Já, einmitt. Finnst ykkur, svo ég spyrir á svona áður en ég fer aðeins að spjalla á hennar Birnu hérna ykkur og skólan, finnst ykkur létt eða stór ákvörðun að ákveða að verða listafólk? Sko, þetta er alveg stór spurning. Þetta er svona létt, þetta er bara svona svo náttúrulegt fyrir mann eitthvað og ég einhvern veginn hef þau lögmál í lífinu að gera það sem að mér skaman og að njóta þess að ég kjósi mér eða velja mér vinnu sem að mér mun líða vel í og eitthvað sem að færi mér eitthvað gleði í staðan fyrir bara eitthvað sem að borga reikningana þannig Já, það hræði mig samt smá að fara í þetta sko því að maður veit ekkert hvað mun gerast og hvort ég verð heppin eða ekki en maður verður að reyna. Maður þarf að vera bjartsýnn sko. Ég allavega það verður að reyna og maður verður að vera bjartsýnn. Já, getur ekki alltaf verið svona stabíl ákvörðun svona fjárhagslega séð að vera bara atvinnu tónlistarmaður en maður þarf þá bara að vera skynsamur með hver einasta ákvörðun sem maður tekur í framtíðinni hvort það sé að hafa eitthvað til hliðar til að styðja sig eða vera eins og tónlistarkennari það mikið að kennurum í MIT eru atvinni bara tónlistarmenn til hliðar spila í stúdíum og sessionum og þannig og gefa út og alls konar og það er þá mjög upp á svona tryggingar og þannig þá er það mjög svona þægilegu staðir hef ég heyrt þannig það er mitt það sem ég hef áhuga á. Það er mjög mikið af möguleikum finnst mér allavega á Íslandi svona sem að getur farið í eitthvað svona upptökur eða því líka eitthvað svona kenna ég einhvern veginn hugsa ekki þetta sem eitthvað svona sem ekki, ég veit ekki Ég þú alveg tekið undir að þetta er bara mjög fjölbreytt starf maður getur gert ansi margt með þetta og það er alveg rétt hjá þér Ásgeir að kennarar í MIT eru flestir starfandi listamenn en starfa líka við kennslu og það er einhvern veginn alls konar í þessu sko. Það kemur óvart mér finnst frábært þetta viðþorf sem kemur fram hjá þeim að maður bara verður maður hefur ekkert val, maður verður bara elta sína ástríðið og stökka áfram og svo kemur þetta bara í ljós, er það ekki? Jú. Var það þitt veganesti líka þegar þú ákvaðst að vera tónlistarmanneskja? Já, ég einhvern veginn bara byrjaði að læra á píanó 5 ára og hélt alltaf áfram og háskólanám í tónlist er bara alveg dásamlegt, það var ótrúlega skemmtilega ár þannig að þau eru ansi mörg svona allt í einu bara og svo bara er ég mjög þakklátt fyrir þetta starf sem ég er í það er alveg ótrúlega gefandi og að vinna með þessum hæfileikaríku krökkum þetta er náttúrulega bara rjóminn af íslenskum ungmennum vil ég segja sko. Það þannig alveg rosalega margt til þess að klára gráðu eins og þá sem að þið eru að klára það þarf óbúslega mikið naga það þarf bara skipulag það þarf hæfileika þetta er ekkit grín og mikla þrautseigju þetta er oft sko það er lítið sem gerist kannski eftir 6 tíma æfingadagleiku sko. að gefast ekki upp og maður sér ekki árangurinn fyrir eftir kannski svolítið langan tíma þannig að þetta er bara það verða mjög sterkir einstaklingar sem fara í gegnum svona tónlistanám sko. Ekki nú alveg lofaði því bara fyrir hvern listamann sem verður til þá bara þakka ég fyrir ekki síst á sviði tónlistarinn en
hvernig gengur ykkur í skólanum að svona sinna skildum ykkar og kenna og undirbúa okkar besta fólki í músíkinni fyrir framtíðina Íslandi til heilla? Já, bara alveg ótrúlega vel myndi ég segja. Já. Þetta mjög metnaðarfullt starf sem er unnið í skólanum. Já. Og auðvitað eins og útskriftarhátíðin núna sem að fara stað svona hápunktur í skólastarfinu. Já. En það samt margir aðrir hápunktar og krakkarnir fá mikla reynslu. Já. Hjá okkur. Við erum með okkar eigin sinfóníuhljómsveit og þau taka þátt í ungsveitinni. Já. Það mikið kammimúsík í gangi. Já. Við erum farin að fara aðeins meira í Erasmus-verkefni. Þú veist, það svona aðeins byrjað að vera hjá okkur og þannig að erlend samstarfsverkefni. Já. Og kannski eru þau betri krakkarnir að segja frá verkefnum í rytmísku deildinni en það ýmislegt eins og Söngunubúðir. Já, og þeir eru með svona stóra tónleika og svona þematónleika með Já, það alltaf svona söngtónleikar á hverju önn og alltaf valið einn artista og allir syngja með því og núna var Ellie og Villa sjó og stórsveitin var með og það var alveg rosa skemmtilegt. Það mjög gaman. Og það einmitt stór sveit líka. Og svo hefur verið svona stór lúðrasveit, það ekki? Jú, sem var bara að byrja núna í... Þú mátt kannski segja pínu frá því, það líka svona skemmtilegt. Ég reynda var ekki síðustu en ég var að byrja núna. Núna Össur Geirsson með svona, kallar þetta blásarasveit, sem bara svona eins og lúðrasveit nema, þetta lúðrasveit, en þetta bara fyrir menntaskóla og þetta bara allir sem eru á menntaskóla aldrei í öllum sem hafa kannski útskrifast úr skólajónstum geta komið í þessa blásarasveit á vegum MIT og þetta ótrúlega skemmtilegt tækifæri og svona mjög fallegt að sjá hvað einhvern veginn þetta virkar vel eða svona að sjá eitthvað sem manni fannst svo gaman en maður var kannski ekki alveg komið með hæfnina þá, en núna einhvern veginn getur maður bara að spila saman léttilega og það bara hljómar ógeðslega vel og bara ógeðslega gaman. Frábært. Hafið þið öll þrjú áður fengið tækifæri til að spila í Hörpu? Já. Já, í fyrra átti ég að spila á útskriftartónleikum sem fekk ég svona frá og voru svo í Rauðagerði eftir það, þannig að ég fekk tæknilega tækifærið. Já, þetta verður fyrsta skiptið fyrir mig. Já. Þetta hans flott, er það ekki? Að geta búið upp á Hörpu. Þetta bara gæti ekki verið flottara held ég sko. Og við þetta orðin svo margir útskriftartónleikar hjá okkur. Eins og kom fram áðan, þetta átt í 40 tónleikar og það var fyrir 3 árum að þetta var bara svona sprungið og viðburðirnir eru svo dreifðir í svo mörgum sölum og hugsaðum bara, nú búið við til hátíð og það hefur skapað rosalega mikla stemningu og ég veit bara aðdáun, bara þetta eru náttúrulega bestu mögulega aðstæður bara á heimsmælikvarða sem krakkarnir fór spili. Einmitt. Og þú veist, það er þetta bara að hoppa á milli tónleika, við höfum svona oftast reynt að hafa þetta þannig að það séu heila tímanum kannski í öðrum salnum og þannig að getur rauninni tæknilega mætt á alla tónleika en það var aðeins flóknar í dag vegna þess að við erum bara með 3 daga og tónleikandir eru það margir að það verður ekki hægt fyrir alveg alla en næstu. Nei, sko þegar þetta kemur út, þetta spjallukar, það er sendt út sem sagt á 5. Þannig að á morgun, það er eftir þessast 2 dagar af þessu tónleikahaldi þegar þessi þáttur kemur út. Og ef fólk, bara svona almenningur, ef almenning langar til þess að fara og kynnast ykkur og öðrum listamannum, ungu tónlistafólki, hvað gerir fólk? Það er hægt að fara inn á bara VF Menntaskóli í tónlist, menton.is og við erum líka með Instagram síðu og Facebook síðu og það er að sjá dagskrána og líka bara inn á Hörpu, það er dagskráin harpa.is og bara mæta og endilega, ég bara mæli innilega með. Frítt inn eða ekki? Það er frítt inn og það er reynsla mín undanfarin 2 ára með þess að starfsfólk Hörpu, þau eru bara undrandi yfir standardinum og hvað þessi krakkar eru flott sko, þannig að ég bara heilshugar mælt með að mæta tónleika. Já, þetta er bara ekki ekki. Hafið þið spilað undir eða með vinum ykkar sem hafa útskrifast? Já, ég spilaði fyrra hjá vinum mínum.
Já. Já, ég spilaði á tónlingum hjá básúnuleikara sem var útskrifast á spilaði mér svona básúnu kvartett sem var mjög einstakt tækifæri, sérstaklega á Íslandi, það sem er ekki mjög margir básúnuleikarar þannig við vorum akkurat 4 eða við vorum 3 og sér var kennarinn með en þetta var ógeðslega gaman. Ég er að líka taka á mínum tónleikum básúnu kvartett. Já, skemmtilegt. Já, ég mitt spila í fyrra á tónleikum sem voru syngaðir og svo ég að spila hjá nokkrum öðrum líka. Já. Þess helgi. Þannig að þið hafið aðeins upplifað þessa stóru stund í gegnum vini ykkar og margir að hjálpa öðrum og alls konar samspil og já, bara frábært. Ég held ég komist nú ekki, get ekki hvatt ykkur öðruvísin að spyrja ykkur út í ykkar eigin efnisskrá og svona hvort þið eigið einhver uppáhaldsverk í því sem þið munið flytja. Að við kannski byrjum á þér. Já, ég myndi segja frekar fjölbreytta dagskrá en uppáhaldið mitt líklegast ég að taka Ó þú og ég fekk strengjakvartett til að spila með mér og saxofón og þverflautu. Fór frekar mikil vinna í að gera strengja ásendingar og svoleiðis en mér finnst það koma mjög vel út og ég er mjög spennt að spila. Hver samdi og þú? Magnús Eiríksson? Já. Ég er bara strax svona spenntur að heyra þetta. Hvað með þig? Já, ég er að taka eitt svona uppáhalds það er Scarborough Fair með í básúnu kvartetts útsetningu sem er gert frægt eftir Simon & Garfunkel en er samt enskt þjóðlag og já, það kemur mjög vel út og svona skemmtilegir hljómar og ómstríðir og eitthvað svona mjög skemmtilegt og ég elska hvernig básúnur hljóma, sérstaklega saman 4 þannig þetta er svona, já, mjög gaman og síðan er ég að taka Funeral March eftir Grieg með Málmblástursveit MIT sem er svona kammerhópur sem var smá svona á síðustu stundu sem ég ákvaði þetta en mér fannst þetta svo geggjað verk og svona vantaði mitt akkurat svona eitt verk viðbót þannig það var eitthvað mjög cool. Ráðið þið sjálf hvernig þið stillið upp í hvaða tímaröðu það gerir kennari það með ykkur? Ég allavega bara gerði það sjálf og kannski baði álit frá kennara en það var svona mitt. Og getur lengt svona tónleika verið mjög mismunandi? Við höfum bara klukkutíma eða 55 mínútur. Það er nú hellingur. Það er mjög gott tækifæri að fá 55 mínútur í bestu sölum á landinu einhvern veginn og fá bara algjört svona creative val að gera það sem þú vilt og bara gera, Þvílík veisla. Hvað með þig? Ég verð með aðalega frumsamið bara í mínu og mér þykir þetta vænt öll þau lög. Svo tek ég líka það sem hljóma best með hljómsveitir örugglega er cover sem ég tek af Steely Dan-lagi Kid Charlemagne. Mjög svona funky og hljóma rosa vel og með bakrættri með Theodor í bakrættum. Já, ég er mjög sáttur með það og svo tekið lag sem heitir Jimmy House frumsamið sem er á Spotify og mér finnst það koma ótrúlega vel út líka með henn á bæklum líka þannig að allt annað þakka þér Gaman að minnist á Steely Dan. Donald Fagen var nú einu sinni einn af mínum uppáhalds tónlistarmönnum. Kannastu við plötuna The Nightfly? Nightfly, já. Hún er ótrúlega góð. Hún er rosaleg. Hún eldist alveg fyrst að var neitt annað í fyrra Já, það? Já, einmitt. Það er ótrúlega gaman að fá ykkur í heimsókn og virkilega gaman að sjá það framtíð sem að býr í ykkur. Ég veit ekki hvort það má segja gangi ykkur vel en ég ætla bara að gera það. Gangi ykkur bara alveg super vel og það verður gaman að fylgjast með ykkur í framtíðinni. Takk og ég ætla að biðja þig svona lokum, Brynja, bara svona að súmera upp af hverju við þurfum blómlegt listalíf og hvernig er verið að hlúa að því. Þarf ekki meiri pening og það er sveitarstjórnarkosninga framöndan og þarf ekki meiri skilning og pening Jú, bara klálega, alltaf og það er alltaf einhverjar svona afleitar, held ég, efnahags hvað segir maður, þú veist
sem að koma af tónlistin og listunum sko. Já, einmitt. Og við náttúrulega erum ótrúlega stolt af okkar fremsta fólki sem að koma úr okkar skóla. Já. Víkingur Heiðar og Laufey Lín, náttúrulega stærstu nöfnin og margir aðrir. Einmitt. Og ég held að þetta sé bara mjög mikilvægt að setja krafta og fjármagn í þetta. Svona gaman að segja frá því að það alveg svona 70% af okkar nemendum sem að fara áfram í tónlistanám. Við höfum gert kannanir í skólanum til að bara svona sjá hversu margir ætla að halda áfram eftir menntaskóla í tónlist og það hefur verið svona 70%. Og svo það eiginlega svona þessi hinni krakkarnir sko sem að þessi 30% sem að halda ekki áfram. Þau eru oft, ég veit til dæmis að ég verið í mjög góðum höndum í framtíðina því að mjög margir nefndi mínir í læknisfræði. Þannig að það svolítið svona, þetta eru metnaðarfullir krakkar og sterkir námsmenn sem að eftir að ná langt í lífinu sko. Já. Eins og við rætum að grunnurinn á bakvið árangur blóðsvit og tár. Já. Og gleði. Auðvitað mikil skemmtun en það þarf rosalega mikið að koma svona langt. Mjög mikla elju og mikla vinnu. Já, og seiglan, þrautseigjan og þetta. Ég myndi að gefast ekki upp. Þið eruð náttúrulega búin að sigra sjálf ykkur í rauninni með ákveðnum hætti, sko. Og það bara frábært hjá okkur og ég óska ykkur öllum bjartra framtíðar og ég ætla að reyna að sjá eitthvað af þessum tónleikum sem eru framöndan eftir í hvernig dagskráin sjáum hvað dagskráin leifir en hver og einn er velkominn á alla þessa tónleika og þetta frá hefst þetta snemma á mótnan og fram á kvöld eða hverju tíma? Fyrstu tónleika séu 11 og hvort síðustu séu 8 eða 9 í reikningsskriðildinni. Þetta aðeins ólíkt eftir dögum hversu margir tónleikar eru á hverjum degi núna í ár. Mjög spennandi. Kæra þakkir fyrir komuna öll. Takk fyrir okkur. Og kæra þakkir fyrir að fylgjast með okkur í kvöld, hlustendur og áhörundur samstöðurinnar. Við ljúkum rauðaborðinu með þessum glaðlegu krökkum, þessari framtíð Íslands í listinni. Ég heiti Björn Þorláks. Það verður ekki rautt borð hjá okkur á morgun því þá er komið föstudagur en við verðum með beina útsendingu 4:00. Þá verður umræða fréttir og þjóðmál vikunnar undir heitinu Vikuskammtur og við fáum 4 líflega gesti í beina útsendingu og minni svo helgispjallið á laugardagsmorgunin og úrval af besta efninu okkar síðar þann dag og svo Syni Egils, þjóðmála og umræðu þáttinn Syni Egils sem snýr aftur á sunnudag eftir örlítið hlé. En þetta er gott í bíli, verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.